4. Það föstudagurinn 27. november og árið 2020. Auðun Blöndal heiti ég og sitt hér í mínu sæti. Eins og alla aðra föstudaga á þessu ógeðslega árið fullur bátur því að það getur enginn gert neitt eða farið neitt. Beint á móti mér situr maður sem að byrju, þú mátt vera í klippingu núna. Akkur er svona ókliftur. Þú erum með luppa. Fyrst er ég með luppa? Já. Ég á klippingu á sunnudaginn. Nei, hlaut að vera. Hann fyrirlið þáttarins. Já, ég skal gefa þér 2 daga. Mér alveg sama. Þú ert bara svona oftast nýkliftur. Fyrirlið þáttarins mættur, hann Egill Einarsson og ég spyr hvernig ertu Egill? Ég hef aldrei verið betri. Það bara þannig. Ég man ekki hvernig ég er betri. Það gott að heyra. Ég var að rifja það upp. Já. Þetta besti dagur ævi minnar núna. Það málið? Já. Af hverju? Já, það eru nokkra ástæður. Ég með nokkra ástæður. Ég veit eina. Já, ég hef aldrei séð mann að peppa hann yfir Instagram og þig að hann. Nei, ég veit ekki það. Ég fekk góða fréttir þar á hann. Já. Ég góða fréttir. Ég ætla að hleypa vara fyrir hann minn inn áður byrjum að ræða þetta. Steindi Junior, hvernig erst þú? Það var að opna sér einn. Jóla Túborg opnaður, léttur. Mér leði bara ágæðlega við bara. Já, gott að heyra. Mér leði bara ágæðlega við bara. Þú veist svo eina á okkur sem drekkur svolítið í þessu þætti. Ég er fyllandi góður og fróðandi fýll í dag. Það eru góðar fyrir. Ég er í stuði maður. Vilt þú verða aðalfyrirlið? Eða ertu að hugsa bara I don't give a shit? I don't give a shit, þetta fer í I don't give a fuck bunga minn. En málið er að ég, drengir, ég er góður. Ég vaknaði svona þunnur, svona ryðgar. Já, þú náttúrulega vinnur það að spila tölvuleiki fullur og 50. Já, ég með rautt og klakki í streyminu. Já, ég gerir það. Ég með rautt og klakki í gær og vaknaði smá ryðgar. Hitti ykkur. Hvernig er að útskýra fyrir konun sinna, ég þarf að fara í vinnuna og þá er það að fara upp að fá þér rauðvín og spila tölvuleiki. Já, þetta er það besta vinn í heimi? Þetta er besti dagur í vikunni á mér. Það eru 50 dagar. Takk fyrir það. Það eru 50. Það er gaman að heyra. Já, býta aðeins, af því að ég er með ástæð fyrir því. Ég ætla að rökstuða þetta. Af því að ég á 50 dögum, þá þarf konan, þá þarf ég að segja, ok, þetta er kláð 9. Það er akkurat þegar það er bara, þú veist, það er eins og sé hryðjuverk ára að segja mig á mér. Það er verið að koma öllum niður, báðum krökkur, milli 8 og 10. Það er bara, 7 og 9 er bara svona kaos. Allt í rugli. Og þetta er akkurat mómentar sem ég er bara, heyrðu ástu mín, ég verði að fara að kúpla mig út. Ég er bara live þetta eftir smá. Ég þarf að finna rauða og ég þarf að keyra þetta allt í gang. Þannig að ég bara, þetta eru bestu dagarnir í vikunni, þannig að ég fæ svona smá frí og ég... Þannig að það er ekki föstudagarnir. Rauðin og klakkar eru meira uppáldið þetta heldur en FNÍ blöð. Ég gæti þurft að fara að finna nýjan val fyrir liðið. Nei, en sko, málið þú mátt ekki miskila, því að eftir þennan þátt hérna, þá fer ég bara heim og þá þarf ég að fara að koma allir niður. Þarna slepp ég við. Ég skilja það, ég heitir Sveitnaferð. Ég slepp við Climax álagsins. Ertu ennþá með þessa rungkólu að efrið hæðinni? Já, sko, í gaming dæmi. Þú veist að flestir sem þú kallar eitthvað rungkólu, þá ertu að tala kannski svona 5 fermetra kallar eitthvað starf. Sko. Já, og hvað, rungar er bara leið og hvað það er? Það er þá LAN stofaðin? Já, það er LAN stofa mín, já. En takk fyrir að kalla það rungkólu. LAN stofaðin? Já, þú séð þetta? Já, þetta hef ekki komið heim til það. Ég hef samt aldrei litið á þetta sem einhverja rungkólu. Já, ég get lofa bara flott efrið hæð. Inn nema Steinþór, sko. Hvað sér þú? Kona kemur og Sigrún kemur ekkert upp á Jó, var hún ekki að sminka það? Já, þetta er sko, málið er að við erum líka búin að breyta þessu í bara svona cozy segir hún ekki við þig bara, Steinþór minn, farum nú bara í rungkóluna þína og ég heyri þér á morgun? Nei, alls ekki, hún segir frekar að hvað erum við að tala? Auðvitað ekki, þetta er ekki rungkóla, þetta er bara efrið, þetta er rís. Þetta er orðið vinnuherbyggja. Þetta er vinnuherbyggja. Þetta er ekki bara að vinna þarna? Jú, ég er bara að vinna þarna. Laumar þau sundum upp og fara að gera eitthvað annað en að vinna? Nei, gera það ekki. Laumar þau 100% að ég er búin að hrista að sér það er 100% sko. Þetta er bara að tegjast það svo langt núna. Þetta er í lagi spurningikeppninni. Hvernig verður hún? Nei, það er ok, viðurkenndu það. En býtu Egill, áður eftir svona góðan gýr. Þetta er besta ræðið minnar. Já, þú voru að segja ég fekk að klára þann. Eftir 2 ára bið, varst ekki pending í 2 ár? Það er nokkið litli hlutir eins og ég er með best selling board game. Best selling, það er valla að byrja það. Jó, það er þetta að mókast út. Það er best selling. Eftir moment er það best selling. Og ég var að fá accept á pending request á Instagram sem búin að vera pending í yfir 2 ár. I got accepted í dag. Já.
Besta accept sem ég fengið Ég þurfti að tója nokkra spotta þar Nei, þú gerir ekki leitt Hætti að taka klikt fyrir Þá þetta hefði þetta verið fyrir 2 árum Ég Ég var þurfti að bara toga í eiginlega búin að býða í 2 ár Eftir að Björki Tóra samtíki Ég þurfti að senda skilaboð á Björka Nei, gerir ekki neitt Getur þú vinsalast accepta Málið er, Björki Tór var að accepta my invitation á Instagram og þetta er besta ræðum minnar og málið er, nú, næsta skref ég ætla að bóka hana business meeting Ekki eyðileggi þetta Akkur, hvað? Ekki senda honum bara I need a business meeting Því að þá hendur hann bara út Við erum hann bestu vinir nú Nei, við erum Ef hann bestu beið í 2 ár með að samþykja þig Þá eru það ekki að vera bestu vinnir Hákarnir nýðuðu ekki hana En okkur heldur það að það hefur Strákar, ég veit að fór Æ, ekki þú tala eins og sér bestu vinnur Þú ert ekki lengur einu vinnur hans Nei, ég ætla bara að segja þetta, ég veit að fyrir víst að hann nennir ekki ykkur svona að eyða ykkur púður ykkur kunningstrúða eins og ykkur Ég ætla bara að segja, mér langar bara að segja Ef þú sko ekki vera ángrann með ykkur, hörru, ég er með hugmynd þetta hvernig, ef að flytja inn ykkur gleru sem er líka hátalari þú veist, ekki fara að vera að trubla með ykkur Ég get talað um kreatín, við erum couple of bodybuilders Já, hann nennir einhver kreatín En okkur heldur þú þurft að býða í 2 ár Hann let mér bara að hang in there og líka, veist, ég dróð ekki requesti tilbaka og þá sá hann bara, ok, þetta er alveg metnaður hjá þessu gæja, ég ætla að accepta hann beðið 2 ár Þú veist, einhver hefði, þú veist, við dreigið requestið aftur Þetta er samt, býtu, nú verði ég að spyrja Við tökum við báðir mjög góður í backpressu, getur verið það Steindi, við ljúum ekki að hlusta Nei, við ljúum aldrei að hlusta Þú varst eini vinnur Bjögga Það er búið Fyrir í taugaðan að hans er búin að samtíka 100% Alls ekki Jú, 100% Já, sko, jú, þegar þú segir það Ekki smá reyna að ljúga, kannski, já. smá En þú veist, máli er að, nei, ég meina, þú veist Ekki reyna að ljúga Ekki reyna að ljúga, þú nei, hatar þetta. auðvitað vil Þú hatar ég- þetta lífinu. Nei, auðvitað vil ég bara, allir séu vinnir og í skóginum En það er svona Veistu hvað gæti gæst núna? Munur og kunningi og vinn bara Já, veistu hvað gæti gæst núna? Egil gæti fara að ángra hann svo mikið að hann hendur ykkur báðum út Nei, það er þegar ég og Egil erum ekki sama manneskjan Það er svolítið þannig En hann gæti tengt þetta bara, æ, ég nenni ekki að standa í þessu Nei. Og hendi þér út líka Já, myndi aldrei, já, og það hendur á þér út líka Þú ert á vinnur hans Ég reyndi að datta inn líka Já, þú Við gerir líka það veislan Ekki rúst þessu fyrir okkur Það er sant, þú veist, þetta eru frábæra fréttir Já, þetta eru góða fréttir Að sjálfsögðu. Þetta er besta ræðum minnar, í alveg Herri, já, það er ekki sant. gæst að topa hann það sko Við erum með, en þó að segja, sérðu Það er myrkur Já, það er eiginlega Það er snjór. Það er núna eins og klukka sér 3 nótt Hvernig er þróttur að merki? Já, en Sér það ekki að sinni sko Hvað heldur að sólið sé í dag? Hvað hljóð var þetta? Ég veit ekki, þú 10 years á tökkunum og þú fann Bíddu. að fá Windows hljóð bara í beina útsendingu Hvaðan Ég er ekki með headphone, hvaða hljóð kom? Já, kom bara Kom eitthvað eitthvað Windows hljóð? eins og tölvan væri 10 years En betur hvað á tölvarsend? Nei, þetta er bara 10 ár á tökkum og það Blöð með 3 skjáfi fram að sig 10 years á bakinu Já, en Eins betur, og okkar alvöru hvaðan gæti gamer. þetta komið? Strákar, ég veit ekki hvað þetta kom en eina sem ég veit er að, jú, þið eru hérna til hamingi með að komast inn á innstæði hjá Bjögga og Thank you. að þið getið talið við mig þegar þið komast inn á innstæði hjá Guy og Þú ert ekki þar, sko. Þú ert David. ekki Guy Ritchie og David Þú ert ekki Beckham hjá sko Guy. Já, við getum bara Ekki reyna að ljúga þig. Já, ég er Þetta er að ljúga þessu þinn hjá Guy. Ég er hjá Guy Nei, Ekki á Guy. þú ert ekki á Guy Ritchie Slakið á, fáðu okkur Þú þarf sík og að ég verð hjá Guy Þetta er nú Þetta er mjög, bara Ég nokkuð ætla að tjekka á þessu Guy Það þarf ekki að segja Ritchie það. Er Guy Ritchie following Steindi Ég er Junior? hjá Guy Maður sjá Mér finnst mjög Nei, lítið Nei, því það miður Það finnst mér skrítið Okkur eftir að ljúga að einhverju sem að Ég ætla ekki það er að hægt tala að fact-checka þetta strax Þetta kemur bara óvart Ég held ég væri Hann pottið er hjá að Guy followa einn vinn minn Það er nýja besta vinn minn, Björg og Tór Já, ég held þetta væri Þetta er hann ekki að followa Beckham Mér fannst líklegt að ég væri þarna Hann followar Matthew McConaughey Jason Statham Þeir eru með nokkra Þeir hafa líka Og leikið í Beckham, of myndunum course, og Beckham, Þetta já. eru leikara sem hafa leikið í myndunum Það Guy segir Ritchie sjálft, sko. Já, Guy Ritchie bara hérna Lock, Stock, Snatch Þessar myndir þetta eru Er ekki svolítið síðan En að af hverju? Guy Þú Ritchie ert kom með heilmikið alveg með- mynd Nei, hann kom nefnilega bara með drullu góða myndu daginn Þú ert líkið mega Ritchie um daginn og Solid hann mynd. ákvað ekki að endi follow á þig Já, ég meðist mjög skuti Ég held ég væri hjá Guy Hann er bara ykkur miskilningur Fast hann að með dreifleðilegur Já, nei, hann er bara geggjaður Ég er bara eins og sé, við erum félagar Ég bara held ég væri þarna Það kemur í ljós Þú ert ekki þarna Við ætlum að fara Ég yfir læt að vita hann að ég gleymta enda í er follow í þætti dagsins. Við erum með spurningkemni. Gerist það hans, hvað er í spurningkemnin í dag? Hörðu, það er King of Thanksgiving Það var Thanksgiving Já, rétt, það Hver er svona Thanksgiving í gær, Thanksgiving mann? Í fyrsta skipti í langan tíma Þá veit ég fyrir víst Að ég er underdog komandi inn í þessa kemni Er það því ég er hálfur kani? Hálfur kanni? Nei, það er því út með 18 matabóð í mánuði Þú ert alltaf Nei, sem ég var bara með eitt Thanksgiving matabót. Þú veist að þú varst látin heyra það Big time í gær í Rauðun og Klökum að því þú Æ, skrópar tók hann með skellin. Já, þú tókst hann á því, ég veit ekki Ok, þú tókst hann á En því, það sagður fattar þið ekki gamers að það er ekki meira að kenna Þetta er blöða matabóða Já, það veit allir að þetta sé ekki þér að Ok, kenna thank you. Þú ert klár Já, veistu. Ötti var með matabóð, hann er, ég get lofa því Ef ég verð king of Thanksgiving
þá bara eitthvað skrítið. Ég nenni bara ekki að fara hostile crowd Sko, fyrir mann sem bjó í Oklahoma Tulsa þá verði ég að fagna Thanksgiving og ég bara fatta ekki þegar ég var búin að lofa mér í hennar þáttin á 50 degi að væri Thanksgiving. Ég er að segja, ég er undir Hvað lengi í Oklahoma Tulsa? Ég var í 2 ár. Hvað áttu gamallar? 8 ára til 10 ára. Hvað er það að halda upp á þetta? Já, Þú svo í Breiðholtið á Krókin? Nei, ég byrjaði á Króknum, svo Breiðholtið, Tulsa, svo Svíþjóð, svo Krókin eftir. Hversu mikið hellhole var Svíþjóð? Svíin ekkert eðlilega. Ef ég var hreinskilin, það var viðbjöður. Já, ég veðilega. Við byggum í bæ sem heit Finnsbong. Leiðilegsta land í heimi. 1500 mann sem búið þar, hann var hræðileg. Új bara. Já, pappi fórðanga til að vinna sem flugvirki og hann var að vinna á klósettpappisversmiði sem heit Moto. Það voru allir þunglítið þar. Eina sem að bara bjarga okkur, við spilum Monopoly og Spaða Drottningu öll kvöld, fjölskyldan. Ég veit einu sinni, fjölskyldan þetta er alveg spilafíkla sem kom á Króknum. Já, sko, nei, spilafíklar út að spila Monopoly með fjölskyldunni. Eina sem ég get sett Þau voru að setja pening undir þarna. Ástæðan fyrir að mér langar að ferðast með Ted og New Baby af því ef þú ert að ferðast svona milli landa eins og við gerðum þá verður fjölskyldan mjög náinn og sískinin nána. Þannig að það er alveg Litla blöð ekki óþægilegt og nýbúið eignast vini hérna í Breiðholtinu. Búm, USA. Nýbúið eignast vini þar. Búm, Krókurinn. Nei, þetta er Svíþjóð. Alltaf bara að flakka með út allt. Jú, en samt, veist, who gives a shit. Svo bara var ég á Króknum í 8 ár. Þannig að fólk er kannski ofugsa það missi vini, ekki bara nýja vini. Já, bara fjölskyldan verður nánar fyrir vikið. Þannig ég myndi hvetja alla til þess að ferðast og reyna að búa erlendis. Var þetta Kitty Blöð sem var að ferðast eða? Já, hann læriði flugvirkjan í Tulsa og svo fór út í Svíþjóðar. Hann ætlaði að byrja að vinna sem flugvirki en það fór ekki betur með það. En klósmabur vext með Já, í Moto. Hann var að vera geðveikur. En pældi því, þú hefðir technically geta verið bara sænskur gæi í dag. Já, hefði hann léttilega. Hann fengi vinni á SAS. Já, og hann hefði bara verið þar og þú hefði bara verið orðin einhver úlingur. Þá var ég bara prátandi svenska í dag. Og sama átt að þau hefðu komið heim þá þú eru ekki elda, þú hefði bara verið áfram. Nei, ég er bara að fara í skóla. Það er þreyttur blöð. Farið í skóla. Það verið drefleðilegu sví. Pælið, þú hefði verið sænsku blöð, bara með einhverju sænsku steinda og agli og seppa grull og þetta hefði bara verið svona sænst rastlega. Kannski væri ég betri manneskja fyrir því. Ég ætla að lappa inn í kasinu í Svíþjóð. Ég hef búið með 1,5 bjór. Dyravörðin sagði ég hef búið að drekka mikið sko. Já, drekka mikið. Það er ekki til leiðilegra land en Sveden. Eitt erfiðasta projekt ævi minnar var að fara með Sveppi, vorum veislustjórar ég og Sveppi í Svíþjóð og þú mátt ekki vera fullur inn í kasinu, okkur langaði í kasinu og spila blackjack. Ég þurfti að þjálfa Sveppa í 20 mínútur hvernig hann ætti að vera edru að labba inn, ég gæti að léttilega ég var búin að fara inn til að tjekka hvort ég var á fullu ég fór inn, var komið með bara ég mátti vera inni, kem út að ég þorði ekki að láta Sveppa labba strax inn. Það er erfitt að díla við Sveppa þegar hann er svo lélugur leikari þegar hann er fullur. Og svo vorum við, það er svo fyndið að segja frá sig við vorum fyrir utan, sem sagt götuna fyrir neðan kasinói, að æfa okkur ég var dyravörðurinn og Sveppa kom á labbandi og hann bara, hello, hann náttúrulega kann valla ensku og hann á mjög erfitt með að leina því ef hann er fullur. Hann getur ekki leint. Og náður að skólan eða? Við fórum að drukka 3 kaffi og eitthvað en við komist inn fyrir rest. Ég lendi því í Atlantic City að dílirinn þurfti að styðja við mig meðan ég var að betta á borðinu. Hann þurfti að halda í mig meðan ég var að tæma restina úr vössunum á borðið. Ekki fara til Sveden að gamla þar. Nei, og bara ekki fara til Svíþjóð eða Noregs til að skemmta þér. Þú mátt ekki fara fullur á skemmtistæði í Noregi og Svíþjóð. Norður reyns. Ég gamla Ákvæmst ykkur ekki Noreg með í þetta. Danmörk er yfir bara skemmtilegasta landið. Ég var svona couple of beers þar og þegar félag mig var að spila með liðið þar í fótbolta. Í Noregi og Herjólfur sem er nú bara framkvæmdastjóri Tesla í dag hann mátti ekki fara inn á skemmtistaðar af því að hann var búin að fá sér. Þeir spurðu hann, varstu búin að drekka? Já, okkur heldur þú farir á skemmtistaðar? Ég vil ekki fara til Svíþjóð aftur at gunpoint. Ekki fyrir milljón. Væri ég ekki flott fyrir Svíþjóð? En Danmörk er ekki Blöð sem Svíi. Veist gott heppin að fara aftur heim. Svo betur þau ekki ekki vinnu þannig að Danir eru sammála okkur þetta. Þú veist, Danir eru ekki inn í þessu. Við verðum að skilja leifa dönunum að slæta hann. Já, Finnarnir eru finnir líka. Finnarnir eru geggjar. Finnarnir eru nákvæmlega eins og Íslendingar. Danir, Íslendingar og Finnar kunna að drekka og skemmta sér. Norðmenn og Svíjar eru með eitthvað prík upp í raskatinu og það er óþólandi að fara. Ég var í Helsingi, það var gaman. Ég hef verið hérna í Finnlandi. Spila þungarokk á fine dining sko. Það var bara metalega undir þegar ég fór 15. borð. Sko, ég er búin að greina Finnana, ég er búin að vera þarna. Finnarnir eru nákvæmlega eins og Íslandingar. Þetta er samið með svartan húmor. Þetta er sama lið fyrir utan
að þeir eru bara ekki alveg jafn góði með sig. Þeir vita bara, herru, við erum lítið land, við erum ekkert að reyna að vera neitt meira við erum bara að finna. Alltaf sér einhvern veginn fjölmjölun talað vel Svíþjóð, þá undantekningarlaust einhver drep leiðilegur. En veistu hvað það var? Og sér aldrei einhvern skemmtilegan gæja að segja Svíþjóð er skemmtilegur staður, sko. Svíþjóð er það ekki, en máli er ég gamla bara í Bandaríkjunum. Ég nenni ekki, sko. Það er pottið eitthvað lið núna að við fáum reglulega sent. Það er einhver í Svíþjóð og í Noregi að hlusta núna brjálaði. Sammála okkur. Haldið þið séu sammála okkur? 100%. Ég veit ekki einn eðlilegan segja Svíþjóð séu góða staður. Jú, það er margt jákvæmt í Svíþjóð. Það er bara leiðilegt að djamma það. Ef þú ert ekki spilafíkill á fyllibit eins og við, þá er mjög gott að vera í Svíþjóð. Við meðum ekki tengja heilt landtökunum við höfum. Nei, en máli er að nú er ég búin að vera Við erum fyllibittur, spilafíklar. Þá bara getum við ekki verið þar. En svo er það með fólk núna að hlusta þáttinn sem bara líður mjög vel þar af því að það er venjulegt fólk. En nú er ég búin að gambla út um allan heim og alla Evrópu og ég tek það bara á mig og sko það er ekki hægt að líka svo saman því að ég verið að gambla því svo í Rúmeníu. Ég var inn að spila út í Rúmeníu og það var bara basically, ég lappaði fram á gæði sem var bara, ertu með byssu? Það þegar þú voru að skilja hann eftir. Ég bara, herru, nei, ég er ekki með byssu. Og ef það er eitthvað annað gæði með byssu, þá er ég bara ekki til að fara hérna inn. Af því að það er ömurlegt að vera að gambla með gæði sem eru með byssur. Og málið er að þú veist, þetta er svona, stemningin er öðruvísi í Evrópu og Bandaríkjunum þegar kemur eitthvað gambla. Því að þú vilt vera, þú veist, þú ert að Bandaríkjunum færðu líka fría drikki og svona sem er stór hættulegt en fokkitt. Herru, við ætlum að fara áfram með þáttinn. Við erum með klefa sem að ég tók yfir alla vikuna. Blackout Curse eða Digital Curse eða Landa Curse eins og hann er kallar í þessum þætti í dag. Jello Curse, hann er mitt í rauðin og klakkar með steindónum. Hann var að selja rúm, barnarúm á Brask og Brall. Ég tók eftir á mánudegi. Rakaði hann inn eða? Nei, ég ákvað að ringja hann á hverjum degi þar til í gær að spurja rúmið og var að breyta rödd. Hann náttúrulega vissi þetta var ég og var hann geðveikur. Ég vonið þessi. Já, ég tók það upp, ég held að það sé skemmtilegt. King of Thanksgiving kemur svo. Við erum með sturla staðreyndir sem hefur ekki verið í 3 vikur að ég kem því aldrei að, þannig að sé að leika ykkur að ég kom í ekkin. Og við erum með augljósa staðreyndir á sínum stað. Flottulega keppnin sem að komst ekki inn síðasta föstudag er á sínum stað og það er sama þema, hvaða lag setur undir eða ætla að reyna að heilla píu sem út skotin í. Eitthvað sem ég reyndi sem úlingur. Við náðum aldrei að fara í þessa keppni. Já, við náðum núna. Svo erum við með Fellow Kids og annað. En Hjöppi, hann er ekki Hjörvar Hafleðarsson, hann er ekki bara með besta podcast landsins, hann er líka mikill landandi Bubba Mortens. Hann sendi mér aðan blöð, gerðum neitt greið að starta þess á Serbanum í dag. Ekki fyrsta sinn sem við opnum þáttinn á þessu lagi og ekki síðasta sinn. Hann er einmitt með Þorláksmessu tónleika. Hann ætlar að streyma tónleikum fyrir landan. Ég er búin að vera að fylgjast mikið með Bubba. Þú veist, hef alltaf fylgst vel með Bubba. Ég er náttúrulega með hann bara á social media, Insta og Twitter og svona. Hann er að finna núna algjöra gullkistur undanfarið. Já, var að finna einhverja gamla texta og þetta er mjög gott fyrir tónlistamennina okkar. Þú veist, hann var að finna, aldrei fór í söður textana. Hann er búin að finna, þú veist, Rómeó og Júlíu og Afgan og fleira. Hann er að finna þetta í gömlu bókum og þetta, drengir, þetta á í rauninni bara að taka strax af honum áður en hann óvart einhvern meginn tínur þessu og setja þetta bara saman. Já, hann er þetta góðu punktur. Hann var eitthvað að hugsa að selja þetta held ég. Nei, hann á ekki að gera það. Það er nokkri búin að senda mér að við hefum ekki verið að hamast á Noregi. Símon, okkar maður, er að hlusta út í Noregi, býr þar. Hann var ekki sáttur við hvernig við töluðum hans land. Það alveg þú sérst alveg millir Noregi. Og Pálmi hérna í KR, Pálmi Rapp, snillingur. Já, það er sko Noregur. Nei, veist að Noregur er, nei, ég ætla bara að halda, ég stend fast á mínu. Noregur er verra en Svíþjóð. Það er reyndar eitt sem normenn gera. Það er reyndar eitt sem normenn gera sem er frekar vel gert fyrir mér. Þeir loka öllu djammi og drasli bara eitt. Frábært. Nei, þeir byrja að detti í það á móti, byrja að detti í það bara kl. 4 á daginn, bara klára vinnu, detti í það geta, grilla, dretti í það. Haldið að verið þannig á Íslandi í sumar núna? Ég held að því að við erum búin að taka í COVID svona pínu dagdrykkjuna og eins og flest lönd gera í staðin fyrir að vera til 5 sko. Málega, meðan það er opið til 5 það var alltaf fyllibitun sem enn að vera til 5 en auðvitað, þú veist, það er ekki Ég sé ekki fyllibituna sem endast annað lengt sko. Nei, menn hvað heldur að, þú veist, taka dagdrykkju sko. En er eitthvað næs að gerast í bænum eftir 1, skilur? Er þetta ekki bara fínt 1? Hefur maður ekki oftast miðað við 2? Það gerir það ekkert gott eftir 2? Ég veit ekki, ég meina við náttúrulega erum 100 ára gamlir þannig að við nennum náttúrulega ekki að vera eftir 5 lengur en við erum dagdrykkjumenn. Í réttum gírnum, jói. Jó, já, við erum dagdrykkjumenn, það er það sem við erum. Er þið tilbúin í slúður? Já. Spenntir? Nei, já, mjög. Ég er með góðan pakka. Þú veist, ég sé bara á þér að þú ert ekki með góðan pakka. Jó, ég sverða, ég er með mjög góðan pakka. Fyrsta slúðrið er af að Hall Berry. Hún er nú ekki oft verið í slúðupakka fyrir 9 blöð. Okkar kona. Já, hún var núna að svara
leikonunni Lisa Ray McCoy sem ég veit ekki eins og hver er. það ekki sem var í Friends? Nei, Lisa Kudrow heitir hún. Þú sagði Lisa Kudrow. Ég sagði Lisa Ray McCoy. Hinn heitir Lisa Kudrow. Ég hef ekki heyrt hérna. Nei, en sko hún þessi Lisa, þetta er enda pínu skrítið þessi Lisa McCoy hérna Lisa Ray McCoy, hún var að tala í sjónvarpsþætti á dögunum hvað kynlíf Halle Berry var lélegt. Hún hefði heyrt það og hefði heyrt það frá fleirum en einum að kynlífið með henni var ekki gott og Halle Berry svaraði henni á Twitter bara núna, takkaði hann inn og sagði ask my man Hunt, he'll tell you all you need to know about my sex life. Þannig að Halle Berry svaraði henni og var að tala að kynlífið hennar væri upp á 10. Ok, ég ætla núna ætla ég að fá að vera smá hreinskilinn þegar ég hef lítinn tolerans fyrir Hollywood-rugli og ég hef alltaf kallað rétt hérna, ég vissi þetta með pittarana. Hvað er það að kalla með þetta? Sko, málið í fyrsta lagi hvernig í anskotanum ætti einhver Kelly hún er Lisa eða hún, hvernig ætti hún að vita það að einhver önnur manneskja væri að stunda sem að sofa hjá henni eða eitthvað? Nei, sáu þær saman? Nei, þessi Lisa sagðist þekki einhverju sem hefði sofið hjá Halle Berry. Já, hún segi, ég þekki ekki, félagi minn, bara eitt besti vinur minn, hann svaf hjá Halle Berry og sagði að það var ekkert að frétta. Sem er glata að vera að segja svona kjafta. Já, en þá er það líka kannski bara glata á milli þeirra, það er ekki glata yfir höfuð bara. En þú veist, nei, fyrir utan það, sko, Halle Berry, hún bara ég held að það sé einn fallegasta manneski allara tíma. Já, staðfest. Hún mætti vera bara að hrækja og nánast ég ætla ekki að fara út í hitt maður myndi samt vera sátur. En ég er að segja þú veist að ok, þau voru greinilega ekki að klikka saman þannig að þá er hún bara að fara að alhæfa hún er bara stundar ömulegt kynlíf og þetta er ógeðslega skrítið. En veistu hvað, ég nenni ekki drullið þetta er svo fáránlegt að sjá það allir. Það sem ég finnst eiginlega að vera fáránlegra er að Halle Berry sé að svara þessu. Já, hún meinar. Af hverju ætti hún að hún er stærri en það að vera að svara þessu kjafta þetta? Já, stærri en það, hún að vera á Instagram hérna á Twitter að skrifa, heyrðu, þetta er bara ekki rétt. Ég er bara stundar gott kynlíf, spurðu bara kallið minn hérna, hann Tomma hérna. Það er þetta góð. Hún er kannski náða að pirra hana og þá gerir hún kannski eitthvað heimskulegt og pirraður. Ef einhver er með eitthvað svona skrýð, ef einhver á drullleiði, ég hef alltaf sagt það. Ég ætla að gefa það stendi. Þetta er rétt hér, af því að ég hef aldrei heyrt nafnið Lisa Ray McCoy áður. Það veit allir hver Halle Berry er. Já. Leifðu þessu lúða bara að tala ítlandi. Í besta falli like þetta, bara kill them with kindness maður. Hvað ætlar að fara að rífast á Twitter á sitt góður í rúminu? Á hvaða stað ertu komin þegar þú segir heyrðu víst, ég gef hann góður þetta maður. Hvað er það að slöpa? Spurðu bara mannum. Spurðu bara kallin. Ég geði það stendi, þetta er rétt hér. Það er jafn mikla að fá þetta nú. Báðar. Svara þessu í pirringskasti. Ég get alveg ímynda að vera Halle Berry hafi verið búið með kannski, þú veist, hálfa jager, hún var í börnin í pössun og hún var bara í jagernum það pingar allir, hún er tökkuð. Eru einhverjar í Hollywood fallir en Halle Berry? Svona grínlust, það eru ekki margar. Mjög hugguleg. En ég er að segja, hún hefur verið tökkuð. Það eru nokkrar hana sem eru á svipuðu Halle Berry. Halle Berry er tökkuð svona 300 sem að dag allavega, í það minnsta og hún er allt í einu verið að búið með hálfa jager verið pirruð, lítil ísur og pirruð opnar sér allt í einu bara, heyrðu það er eitthvað að segja hérna, ég sé bara hérna í einhverju rugli hérna og ég sé bara hérna, við erum í léli í rúminu og svarar þessu síðan. Halle Berry, þú ert að hlusta, ekki svara þessu. Ég ætla ekki að fyrir utan Halle Berry kannski Margot Robbie og Megan Fox kannski þess að það eru kannski Já, ég minna þú speiklar þetta bara Ísland ef það er einhver úlingur að láta það heyra á Twitter, myndur þú fara að svara öllu þannig? Það eru auðvitað nokkri sem getur komið ef þú komið í jagarinn og ert reyður þá hagar þau kannski Haldið að Halle Berry er ekki í jagar? Ég held sko rétt á hann að vera í jagarinn. Ég sko málega það, ég var næstu búin að missa út mér að ég með grunna að hún væri komin á dæluna. Þá varst ég að vera næsta slúð. Mér fannst eitt hún segja svaris. Hún er ekki á dæluna. Nei, hún hefur verið búin með allavega svona 12% bjóra eða komin í jagar og pirruð fyrir. Ég er næsta slúðstundi. Ég verð að stoppa þig núna, ég er samt sammálaður. Varst það setja sokk í hann? Já, bara við erum búin að ræða þetta. Við erum sammála. Tristan Thompson er mikið munum að ná Chloe aftur á sitt band eftir að hann helt ítrekka fram hjá henni. Veitu, hver er það aftur? Er það nýjugurinn? NBA-leikmaðurinn sem að... Er það gaurinn sem er hjartaáfall í stampínunni? Nei, það er fyrirvændi maðurinn. Þetta er núverandi maðurinn. Hann vil meina að hann sé breyttur maður og hann var í viðtali þar sem hann lofar öllu fagru og Chloe vil samt fara hægt í sakirnar en hún er hamingjusöm núna með honum og það hefur allt gengið vel en Tristan vil meina að hann sé orðið nýr maður og muni aldrei særa hann aftur. Er það Íslendingur?
Tristan Thompson, nei, þetta er NBA-leikmaður sem spila með Cleveland Cavaliers. Þetta er eitthvað rugglaður. Það er ekki íslendingur. Nei, ég held að það var eitthvað 20 strákur í garðabænum. Og hún streyttist vist lengi á móti, en er hægt og rólega að komast að því að hann sé hennar rétti maður. Þannig að Khloe Kardashian og Tristan Thompson eru eiginlega bara hamingjusöm. Leif mér að lesa hans í þetta slúður af því að ég er völvan í slúðurinu. Leif mér að segja rétt af því. Hvort heldur að Khloe Hvort fær meiri athygli því að Khloe er nú að bralla margt. Hún er örgulega með eitthvað make-up línur og svo hún er örgulega að gefa út eitthvað tjúllupils og svona sama hvað hún er að bralla. Hún er að breyta $1 í 2 alltaf. Hvort heldur þú að það hjálpi henni meira að vera með eitthvað svona gæja sem er vafasamur á kantinum og alltaf með vesen og alltaf eitthvað megin og það er alltaf að vera að hringja hana og það er alltaf í blöðunum? Eða NBA-leikmaður sem spila fyrir hvað er ekki Celtics eða? Já, ok. Nei, Cleveland. Já, en sama hver Tristan er maður. Við gæti ekki þetta fyrir að gefa sitt bunga minn alltaf hver þetta er. Ég er bara að segja, þú veist, hvort heldur það sé betra fyrir hana að vera í svona sambandi alltaf á forsíðu blaðanna? Heldur hún sé í sambandi við mann sem að heldur fram hjá henni af því að það hjálpar sölunni á tjúllupilsunum? Já, sko, ef hún myndi byrja með tip-top-gaur og það væri ekkert að frétta þessu gaur nema allt í ákvæmt og engi blöðmyndur en að fjallum hann. Hvað, væri það gott fyrir businessin hennar eða? Já, hún fær næga aðtegli annars staðar. Nei, ég veit það. Það er samanlega að segja. Já, sko, ég nenni ekki lengur að rífa sér stendu á þetta. Hann er the Oracle í slúðurinu, sko. Nei, það er svo með loka. Ég tóla ekki hvað hann alltaf rétt fyrir sér, sko. Loka pakkan, Matthew Perry, hann er trúlofaður. Svo hérna heitir Molly Hurtwitz. Þau eru búin að samna í rúm 2 ár og... Það fyrst skipti sem hann fæði sér kærustu það? Já, fyrsta sinn sem ég fjallaði það. Ég finn Even Blöð allavega í ykkur 9 ár. Það gekk illa á dömunum sko í Friends og líka í Real Life. Já, sko, hann var pillisjúklingur. En er það ekki lengur, hann er 51 árs og hún er 29 ára. Hann var í pillun og það eru 22 ára milli en hann hefur aldrei verið jafn hamingisamur. Hvernig pillur voru þetta? Hann var á held ég ykkur svona læknarugli. Já, þetta var ekki bara parataps og heiðarleg íbúðfinn bara. Byrja þar en svo bara shit escalates. Já. En þetta var slúðupakki dagsins og við skuldum auglýsingar fyrir löngu síðan. Svo förum við í klefa. Ætlum við ekki að velta steinu með þessa trúlofinu? Nei, erum við ekki bara hamingisamir fyrir okkar mann? Jú. Þetta er Chandler. Já, þetta er Chandler, var þetta ekki Matthew McConaughey? Þetta var Matthew Perry. Þetta eru David Guetta og Sia. Ég held að þetta sé nýtt. Let's Love heitir þetta lag. David Guetta, hann er nú komin nokkur sem til Íslands. Allavega tvisar það ekki? Jú, það ekki. Hann mætti einhvern veginn hérna með eitthvað tölvukupp og... Ég gekkaði með honum í höllinni. Er það? Er það? Yes. Já, ég... Var svo búið á Guetta og FM-hátíð. Já, Steindi ég var líka þar. Stendur í mig bæ og Já, ég varður með þess. Ég og ég hittuðum upp fyrir Guetta. Hann mætti basically með USB-líkil og setti í gang og dagskrárstjórinn okkar Rikki G, hann hendi því partíu upp. Hann er myndið að hlusta núna og kom með kaldan heima á sér. Málið er að hann lenti á Reykjavíkurflugvelli í einkaþotunni sinni, Guetta, keyrði niður í höll, labbaði á svið, niður að sviðinu og heim. Já, það var ekki eins og búið að slökkva á vélunni. Hann var á landunni í svona 90 mínútur. En það hefði hann eigum við ekki bara að vera hreinskilnir. Hann var drepleðilegur. Hann sagði ekki neitt. Já, svona, veist, hann er ekki mjög góð live. Hann gerir mjög góð lög. Nú er ég búin að mæta Tomorrowland mjög oft og hef oft séð hann live og hann er bara, hann er ekki mikið að leggja sig fram þar alveg. Hann er bara hann að bara mætir. Já, mætti með einnu spil. I'm not a fan. Ég fíla lögin. Það er ekki að taka upp mækin og segja bara hey Reykjavík, how are you doing? Þetta er ekki kærleysfræði, sko. Það er það sem þú gerir. Þú veist, þá var allir mjög ánæður, sko. Hann greip ekki einu sinni mækin. Svo inn á milli. Hey Reykjavík, how are you doing? Hey Reykjavík, how are you doing? Is everybody having a great time now? Það er þetta alveg rosalegt. Nú fórum við á Justin Bieber og Justin Timberlake og Ed Sheeran og fleiri hérna. Man einhvern veginn peppast bara þegar ég segja Æsland eða Reykjavík. Þau þurfi ekki að gera meira. Ég er gómur. Já, en þú veist, það er samt helvitist Þú ert líka frá Söðaklúki, sko. Já, skammast mér bara ekkert fyrir það. Hversu slappu DJ ertu samt eða það er einhvers veit eftir í hugur að öskra milli laga how you doing Reykjavík. Eginn var að byggja það. Ég er bara kjafti. Já, en þú veist, tala, þú veist, skilu Hvað var hann að segja, hvað er með eitthvað ræðu það? Nei, ég meina, þú veist, ef DJ er þannig ef hann er með rattir yfir lög, ef hann er að tala á lög, þá á hann að taka það bara live. En ef hann er ekki að segja, ef hann tengist ekki lögunum og býður bara til, þá á hann bara Þú heyrir ekki í Guetta sjálfur með neinu lægi. Nei, þá á hann bara Sjöris Hórmáð og segja einu sinni velkomin Reykjavík. Ég er alveg sammála því. En hann gerði það ekki, hann hendi ekki velkomin Reykjavík. Nei, ég segi það og þetta er bara fagleg gagnrýni fólk. Við vonum hann að hlusta og gerði sig. Já, eru þið tilbúinir í hvort myndunni frekar? Yes. Ég er með 3 spurningar eins og alltaf og það eru nokkuð góðar. Flestar frá Frá hlustendum. Já, fólk sem sendir mér á Instagram en
fyrsta hins vegar kemur frá mér því að ég tók eftir í fjölmiðlum í vikunni að fólk fara að tattóvera nafn maka síns á handlegginn á sér. Mjög algengt. Já, það er þegar þú extremely horny. Já, það er kannski búið að vera svolítið lengi en það eru núna svona, það eru 2 ný heit pör í gangi, það verður bara viðkennast. Já, sem voru að tattóvera sig. Já, Manuela hérna og hann Eiður vinnur okkar og svo Svala Björgvins og hvað heitir þetta kærastan? Gísli? Nei. Nei, hann hérna Kristján. Já. Þau voru bæði, þau öll voru að tattóvera sig í vikunni. Kristján Einar, ég kalla hann Einar sko, mér finnst það flott. Já, það skiptir engum máli hvað kallar hann. Hvað tattóvera sig, hvað stóð? Já, nöfnin bara. Ég held að öll farið í vikunni, ekki saman. Anna Svala fekk Einar og hérna. Ég sko full nöfn yfir handlegg. Full nöfn? Já. Og kennitölu eða? Nei, slepptu því. En hérna, sem hættulegt. Það mjög hættulegt að gera það, sérstaklega það eru að tala 2 pör sem eru tiltölulega nýbyrju saman. Já sko, það er náttúrulega, veitir hvað strákar? Ég stiði þetta. Ég tek upp hanskan fyrir nafnaflúrum. Sýndu mig þá tattúið. Já, má ég koma með spurningunum minna? Nei, býtu, ég ætla að sýndu mig tattúið fyrst. Af hvað tattú? Þú stiður þetta. Hvað stendur Sigrún? Ég reyndar ekki með það. Nei, það er ekki með það. Samt ertu með fullt af tattúum? Tengdó hann er sjómaður á gamla skólanum. Hann er með tattú, hérna, hann er með gamla góða hjarta og kransinn og með nafnið á kóru. Félaginn. Já, en þau eru gift, þetta ekki pínu hættulegt, þau eru svona tiltölulega nýbyrju saman. Hann var ástfanginn þegar var í Vestló og var búin með gælunni ykkur 3 vikur og tattúveraði nafnið á henni á sig og þurfti að setja drega yfir það síðan nokkrum árum senna sko. Var hann drega af öllu? Já, hvað ætlar að gera? Það veit ekki, það var alveg sipp á hvað að gera. Þetta er alveg vesinn þetta fókustu upp en veistla á þetta text. Eftir text, hvað þá, sambandi? Já, þú hættir ekki með manneskinu skilur. Ef að sambandi text. Annars að finna annan Einar skilur. Það er að finna bara erfitt, ef það er fullt nafn. Þú getur ekki fundið alnafn á nýjan kærastæðin. Nei, en gefum okkur það eins og nú og þú, eins og kona þín. Þið eru búin að vera saman í ykkur 10 ár. Þú átt krakka, þú myndir setja nafnið á hana á þig, bara á bringuna. Nei, þetta er yfir allan handlegginn. Já, þú myndir setja nafnið á frúnni bara einhver staðar. Og svo myndir bara eitthvað gerast, þú myndir slitna sambandi og vesen. Ertu samt að sjá eftir, þú varst með svona manneski 10 ár, þú átt minni börn, þú átt allar sem minni. Ég segi eins og ég eignast nýja konu og þá segir hún þegar stundar sexual intercourse og hún er að horfa á nafni á fyrirvæðan. Já, þá basically er það þannig bara, þú veist, hún veit nú alveg að þú ert ekki með tilfinningar. Þetta tipex yfir það sko. Nei, þú segir basically bara, já, með þessari manneski 10 ár, þið gerir væntum hana. Já, heldur við sama. Og heldur að hætti allir bara saman í góðu með sunshine og lollipops eins og þín samböndu? Nei, það gerist oftast í slæmu sko. Já, en helviti ertu sko farið mörgu skrifum hérna fram úr þér og þú farin að hugsa, heyrðu, næsta kona sem ég ætla að vera með, hún verður eitthvað fúl að sjá tattúið á konunni núna. Sko, ok, sem dæmi, ég gerir þátt aðtunum með nokkar og Manuel, ég fíla hann í tætlur, ég veit hún hlustar og hún er á geggjuð í allir geta dansa og ég fíla hann í tætlur. Er ekki heldur margir með nafnið á hennar rannsókn? Það er sem ég raukstegn, svo þar var ég með fótboltamann sem sagði, við erum það ástofangir og við erum aldrei eftir að hætta saman og hann var með, held ég, andlitið á hann eða eitthvað og ég sagði, en eða hætti saman, mamma og pappi voru saman í, ég veit ekki hvað mörg ár bara skítu skiður. Þannig að ég er ekkert viss um það að sé voða sniðugt múa fyrir að tattúvera nöfnin hún horfi ekki bara á það þetta er bara fyrirvændi, þið voru frábæri vinur þetta er í góðu lagi ég er sammála ég er ósammáleikur því að þú veist, ef þetta eru orðin ég er ekki að styðja það að fólk gerir þetta eftir 3 mánuði, en ég er að segja að ef þú ert búin að vera með manneskjunum það lengi og þið eigið þennan tíma saman og svona þá held ég að sé aldrei það er ekki að tala um hvað þér finnst, það er að tala um hvað nýji makiðin segir, hvað heldur hún nenni að vera að sjá nafna á Sigrúnu þú ert búin að giftast eitthvað annar konu. Ef það væri Einar þá þarf það að setja, þú veist K11 framann og þetta er bara kleinar og þú elskar kleinur þú þarft að retta þér þetta er ekki, þú ert ekki með Einar bara. Ef þetta er Eiður þá er það bara Reiður. En ef þú byrja með konu segjum að þú byrja með konu í dag hann er með konu. Já, ég segjum að hann væri einhleipur og myndi byrja með konu í dag mátum þetta og hún væri með Gulli Byggir tattoo bara hérna á hendinni skilur með Gulla Helga? Gulla Helga, já. Var hann að deyta Gulla Helga? Já, segjum Ívar Guðmunds eða einhvern, ég skiptir ekki máli. Það skiptir miklu máli hvað það er Gulla Helga eða Guðmunds. Segjum bara Ívar. Einhver Ívar. Er það með Ævar Guðmundsson á hendina? Nei, ekki endilega Ívar Guðmunds, heldur bara einhvern Ívar. Það skiptir miklu máli, þetta er Gulla Helga eða Ívar Guðmunds. Þetta er bara venjulegur Ívar, bara einhver sem býr í Gráði. Það er bara Ívar og í rúmfattalaðan. Já, þetta er bara Ívar sem ekki Ævar Guðmundsson. Nei, ekki hann. Einhver Ívar. Ég viðurkenni að skellir eftir Guðmundsson. Ég er að segja, ok, þetta er bara einhver Ívar. Bara Ívar sem er afgreiða skrúur í IKEA. Já, bara það sem hún vilt að hann sé að afgreiða.
þetta hann og hún segir, ég hafa með hann með 10 ár og fengum okkur tattoo og þú veist, og hann er náttúrulega ennþá í líf okkar, hann kemur alltaf einn aðra helgi að segja krakkan og hann er ekki farin úr lífinu, þú þekkir Ívar og myndur að vera í alveg bara svona, veistu það, ég get ekki, þú er að fá þig dreka yfir þetta, verður ekki bara, þetta var bara Ívar, ég þekki Ívar. En það fyrir líka bara pínu eftir hvernig sambandið, hvernig það endar. Þú talar eins og sé allt bara í... Nei, að rétt hjá þér og líka sé allir svo happy og bara hei, við erum bestu vini þó séum hætt saman. Ég hugsa svona 90% tilfella þá er þetta bara svona, ég þól ekki manneskjana sko. Já, en ef þú myndir byrja með einhvern weasel sem var að bölva einu Ívar-tattúi þá er það hvort það er ekkert píða sem hún reyndar ennar með mig. Já, en ég ætla að fá mig tattoo bara á eftir bara Ívar Guðmunds ég ætla að setja Ívar Guðmunds bara bringun á mig sko. Það er rosalega tattoo sko. En ákveð ertu ekki með nafnið á konunni, þetta er svona rosalega einfalt. Ég er bara aldrei pælt í þessu, ég bara var að velta steinu núna, við erum bara svona að hugsa þetta. Það er einhver að hlusta sem gefið þið Steinda frítt tattoo konunni. Ég vil að andliði á henni líka. Tímalega að borga eitt tattoo bara hérna á hendina. Herri, ég ætla að sleppa bara þessari spurningu. Við erum búin að ræða þetta nóg. Nei, kottu með hana. Nei, ég ætla bara að fara í hana. Hvort myndið frekar? Við ætlum ekki að móðga þig. Þetta er góð leið til að fá hana að spurningunni. Bladra bara í 20. Já, bara fínt. Ofta spyr ég spurninguna til þess að fá umræðina. Umræðin er búin. Við ættum allir að fá okkur manuál tattoo eftir. Hvort myndið frekar fá 200 miljónir í dag eða miljard þegar þið verið 70? 200 M í dag, þetta er bara millifarað mig right now sko. Ég ætla að segja það saman. Það þið hugsið ykkur en ekki fjölskylduna. 200 M í dag, við róðum miklu meiri miljardur því að 70 sko. Nei, þú frustaði frá þér. Yes, þetta kostum við góðan punkt. Já, þú náttúrulega hugsa bara raskat á þessu. Ég er bara ávakstað þarna pening. Nei, þú ert bara að frussa sér frá þér í staðin fyrir þú ert 70 og bara börnin og þú ert að fá miljard. Ég er ekki viss sko, Egil er ríkasti vinur minn fyrir utan Bjögga og Guy, þannig að ég myndi halda að Egil myndi fara með þetta beint í ykkur hlutabréf. Sko, ég meina Stallone og Arnie, þeir eru allir komnir í 70. Ég hef aldrei séð gæja ánaða og glaða með lífið og svo þá á Instagram sko. En okkur ekki frekar að fá miljard þá? Ekki kalla Arnold Arnie líka? Okkur ekki. Af því að þið þekkist. Einars kalla hann Arnie sko. Hæ? Kallar hann Arnie? Það veit alltaf Arnold kallar Arnie. Nei, það veit það ekki. Það veit enginn. Allavega hérna, ég veist, þetta er góð dýl, en ég myndi segja 200 M í dag. Og það var það var hann Daniel Hafsteins, fótboltamaður sem átti þessa. Hvað segir þú, Steindi? Ég hugsi verðilega, þú veist, af því að ég var til í að njóta penings með familíinni. Þú ert ekki löngu dauður fyrir 70? Já, nei, 70. Ég verð mjög gladur ef ég næ bara 40. Þannig að ég hugsa að ég myndi fá bara 200 M strax. Ég minnst líklegt ég svona 4 ár eftir olíu. Og ég ekki segja þetta, það er bara maður. Svo er Smári Steinn, hann var með geggjaða spurningu líka. Geggja, hún er pínubarnalegin í fíla hana samt. Hvort myndið frekar, alltaf kúka standandi eða alltaf þurfa að pissa liggjandi? Hafið þið kúka standandi? Nei. Ég hef aldrei lent í því heldur. Sko, er hann að meina þá, þú veist, er ég bara í hnébeygustöðu yfir salerinu, ég snert ekki setuna. Nei, ég ætla að breyta þessu, þú þarfst að standa uppbreytur. Já, ég þá kúkar á lærið það, sko. Ég lítið með að beygja mig fram með það ekki. Ég er að setja reglur út af hér. Það er standa uppbreytur og hægja með þannig. Já, eða liggja og pissa. Ég hef kúkað, sko, eins og Egil var að tala um að þú veist að vera í hnébeginni á þess að snerta setu. Það flestir ekki það á þjóðatíð. Getur ég gert það svona 5 sinnum á þjóðatíð? Þú varst alltaf líka Rænlandi það sem með fötuna. Já, ég gerði það líka þar. Það er ekki challenge. Nei, betur, en hvar hægðu þú þess Steindi standaði? Já, ég vinn með þetta á kömrum og svo vinn ég með þetta líka bara. Getur ekki tiltar á kamar? Nei, ég get það ekki. Ég á erðina. Ertu í hnébeygustöðu þar? Nei, þú veist, ég er bara svona reyn. Hvað heldur þér í eitthvað? Nei, ég tek bara gamla góða bara. En þetta skeina þar, standandi? Nei, býtu, ég tek sko klósettpapír, set á seturnar. Og svo sestu? Nei, svo reyni ég svona, ég sitt nánast ekki, ég er bara svona. Það er raskinn að slúða sig. Já, þetta er svona, kannski önnur raskinn er rétt svona stiður við þegar ég tek skeinu. En hafið þið pissað liggjandi? Pissa liggjandi? Það er hinn valmöðin. Hvernig getur það moment komið upp að þú pissir liggjandi? En þið þurfa að velja annarkort. Og það eru bara á vindur og mýgur í þig. Má ég liggja og maður leggja á hliðina, þú veist? Það er liggja á bakinu. Nei, þú mátt liggja á hlið. Það er alltaf annað. En ég geti pissað í glas og liggjandi á hlið. Byrju, voru ekki að tala um að kúka standandi? Jú, hvort myndir það? Veistu í hvað dagskalið við erum? Þú har gott gert það líka. Annarkort þarf það kúka standandi alltaf
eða pissa Þú liggjandi gera margóð, þú sagði ráðan oft kúka standandi, þú sagði rétt á sko, mér Þú tekur það, mætti Nei, ég hugsa, ég hugsa líka takki gamer, það sko. Það er líka svo mikið vesen, menn ef ég þyrst að pissa núna ég get ekki farið hérna inn á vinnustæðaklósetti og lagst á gólfið og pissað þannig ég þyrst að fara út, sko, inn í eitthvað beð En hvað gerur þegar þú ert gaming og þetta er mjög spennandi og þú veist, það er lokaborðið og mikið af vonduköllum og þarf að Ekki hægja tala við eins og þessi 5 ára Mikið af vonduköllum Ég er í online gaming Hvað gerur þegar vondukallarnir koma og þú ert alveg að kúkið? Hvað gerir rúmkólinu þá? Ertu með kassa? Það segir mér það Nei, ég er ekki með, sko, ég er ekki komin í njárvíkufílingin hjá Svessa að panta pizza og skýt í kassan þá fer ég bara klósettið og bara, ég segi Þetta er mjög spennandi og loka Ætlaði að gefa mér svar hérna Ég ætla að pissa liggjandi, ekki bara kúka lærið á mér því Já, miður pissa liggjandi en þú Kúka standandi Þú veist þú vorst að vera uppréttur Já, ég vissi það, þú sagði það Það er ógæst Nei Alltaf textir að toppa viðbjöðinu Ekkert á því Það held ég, elsku vinir Þeir eru hlust á FM 95 blöð hér á FM 957 og þeir sem voru að stilla inn þá erum við í gýr og heila hættilegum gýr við erum búin að, sko, hafa búin að vera að velta steinum með það í dag, strákar Það er svoleiðis Já, við erum búin að fara yfir húðflúrleikinn allan eins og hann leggur sig Já, ég líka því að eins og komið í log trailers, við erum í búði Keiluhallarinnar og Túborg Léttöl og það er rosalegt tilbúð á Keiluhallinu helgina Það er, sko, jólapítsan er á 1000 kall og jólasjék á 500 Þegiðu sítjó Ég sé Joe að gefa pizza á 1000 kall Já, og shake á 500 Þannig að þetta fengi eitthvað jólapítsu og jólasjék saman á 1500 En er þessi jólasjék, er hann írskur eða? Þú getur gert hann ískan ef að þú ert á þínu leveli Thank you Ég held sér ekkert mál Ég hef ekki séð Ég þarf að smakka Ég hef ekki séð, hérna, strákar pizza á 1000 kall Nei, þetta er bara í dag Þetta er Black Friday tilbúð maður Það hlaut að vera Þannig að þið verða að köpa þetta í kvöld Svartu fössari maður Sko, allir sem er að hlusta er að fara að ná sér pizza á 1000 kall Sé Joe er að vinna eitthvað Jólapizzan Já Ekki bara pizza, jólapizza Hvað er á jólapizzunni? Það er hamborgarryggur og ég veit ekki eitthvað laufabrauð Er laufabrauð á pizzunni? Ég þarf heila smakk, ég þarf að sækja þetta Sér Jói rugglaður, ég er að banda þessa pizza sko Já, svo líka óskalapartí í bytni frá Keiluhöllinu með þeim Magna, Matt og Petri Jesúm Magnificent Rosa skemmtun heim í stofu og allar upplýsingar á Facebook síðu Fjölnis Þannig að farið inn á Facebook síðu Fjölnis og það getið tjekkað á þessari En Sér Jói rugglaður Auðvitað, C.J. Hann er ekki sá eini sem er í gjafafíling í dag Nei, við náttúrulega erum að byrja með rosalasta leik allra tíma sko Nei, sko, málið það, ég sé marga Ég sé marga Facebook-leiki, strákar Ég sé marga Facebook-leiki Ég hef aldrei séð neitt gjafaleik eins og þennan og það er að sjálfsögðu í bóði FN9 Ég meina, það er staðan Sölu blöð, það græja þetta Egil, hvað er í gangi? Sko, málið er að þetta er líklega besti gjafalegur of all time Já, það sem er í velun, eins og fólk sem fyrir á Facebook síðan og skellur, sér núna Við erum að fagna því að spilið er búið að vera í búðum í viku Já, og það er alltaf tilefni Og það er alltaf, þú veist, málið, við verðum ekki gjafaleiki en ekkert eins og þennan Nei Sko, PlayStation 5 sem alltaf er uppseld og veist, það getur engin fengið hana PlayStation 5 er eins og Turbo Man í Jingle All The Way Þú getur ekki fengið, það er ekki hægt að fá PlayStation 5 á Íslandi Það er ekki hægt, nema hjá okkur Samsung Galaxy S20 Dingja úlpa frá S66 sem er luxury úlpa Keila frátta fjölskyldan hjá Cocksucking Joe C.Joe Hamburgerfabrikan allar að bjóða öllu vinuhópnum út að borða og KFC allir í fjölskyldunni og sjálfsögðu partiskellur í vinning líka Þetta er að svo að farið og tekur þátt í leiknum á facebook.com/skellur Þetta er eitthvað svo gæti fengið Þú færði þetta ekki á Við vorum með svona svipað fyrir 3 árum og það fekk ætluðu ekki samt að það var þetta, sko, þá vorum við góða vinninga en ekkert eins og þetta Þetta er vinningur upp á 500k+. Við erum að tala um glænýjan Samsung síma, PlayStation 5 úlpu frá 66, við erum að tala um allt í gangi Þetta er inn á Facebook síðan okkar skellur Við vorum að starta leiknum akkurat núna Og við ætlum að draga sigurvera 4. DS og hérna Steindi er yfirmaður þess að draga út Já, ég nota app, þannig að það er bara, ég þarf ekki að hafa fyrir þessu Ég bara hitt á play og það bara velur Ég var að starta leiknum og það komið 328 komment Já, ok, það er alveg keisla á leik En við erum að fara í rosalegan klefa eða rosalegan, ég veit ekki, sko, hann má ekki vera of
Ég að vona því að hafa ég gaman eins og ég Þetta er landaköðs Já, besti vinur minn Árni Ragnar Steindorsson oft kallaður digital köðs eða landaköðs Jelloskott Já, hann er ekki að Steindu þurftu að halda í dag Já, nokkra besti vinni Ekki nóg með það Böggi Tór var að keira með Instagram Það var landaköðs besti vinnur blöð Já, og Sverri Bergmann og Hugi og Sveppi og Steindi og Egill Þetta er ekki besta dag Ekki minn besti dagur Þetta er það En sko, hann var að auglýsa í byrjun á mánudaginn sá ég landaköðs vera að auglýsa brask og brall rúm til sölu, eitthvað barnarúm sem hann að selja og þetta voru eitthvað dýnur, ég man ekki ég allavega þegar heyrið hann hérna í símtalinu það sem ég gerði, ég hringdi í hann á hverjum degi Í landaköðs Já, út vikuna að spurja út í rúmið og voru að þykjast breyta röddinni hann náttúrulega vissi þetta var ég en við skulum heyra þegar ég var að bögga landaköðs og að vera að selja rúm á brask og brall Halló Já, góðan daginn, ég að ringja hérna út af Hemnesrúminu Ég sé að þetta er rúmið eins og nýtt og sér ekki á því Er þetta Malfors millistífar dýnur? Les ég rétt hérna? Já, þú lest rétt Já, hvað viltu fá fyrir rúmið? 60.000 held ég að það verið listað á Hversu gamalt er rúmið þegar ég má spyrja? Hversu gamall ert þú? Ég er 45 ára nú Ég er þekkt í 100 ár sko Nei, ég Vaknar bara á morgnana bara Þetta er í fyndi Ég hvað þú ert vitlaus maður Það má ekki selja eftir rúmina Ég veit ekki hvað þetta er Bjarni heiti ég Já, einmitt, Bjarni Ég láði þér Það er eitthvað að þér Já, einmitt Halló Já, góðan daginn, ég er að ringja hérna út af Hemnesrúminu Alveg Ég sé að þetta eru tvær Malfors millistífar dýnur Hvað flokkar þú sem millistífar ef ég má spyrja? Ég sá þetta hérna á brask og brall Ég veit ekki hvort þú ert að reyna að vera með feikrödd eða ert svona ógeðslega lélugur að feika rödd. Sýnir það að maður er 5 ára með þroska. Ég er að reyna að elda hérna. Ég hringdi með einhvern annan og böggaði hann. Hvað flokkar þú sem millistífar dýnur? Skella hans sko. Halló? Já, ég ringi hér út af Hemnesrúminu Ég sé það eru tvær Malfors millistífar dýnur á rúminu Er rúmið far Halló? Já, góðan daginn Ég ringi hér út af Hemnesrúmið sem er víst til sölu Almáttugur Tvær Malfors millistífar dýnur sé ég Rúmið Það er búin að hringja með mörgum númerum er eins og nýtt og sér ekki á því Hversu nýtt kallar það rúmið er eins og nýtt eða lítur það bara út fyrir að vera nýtt Þetta lappa í vinnunni Hversu og spyrja, maður lána hann síma en ég ætla að hringja síma Býtið það fyrirgæðu, hvað tala þú væni? Já, einmitt Hversu nýtt er rúmið ef ég má spyrja eða er það kannski farið, er búið að selja rúmið? Já, það er farið, það er sel Nei, þú veit ekki búin að selja þetta Já Veist ég alveg Hvernig eru launafundir hér? Það er bara launafund með yfirmanniðinum Herri já, svo þetta er bara að breyta grínu og hringi vinn minn Getur þú borgað með pening fyrir það? En er rúmið farið? Nú er komið miðvikudaginn, ég byrja að ringja á mánudaginn Já, það er farið Er búin að selja það? Já Anskotin, já, það er til lökku með það En hvað, rúmið var eins og nýtt eða ekki? Var þetta ekki ónota Hemnesrúm? Jú, nánast Ok Herru, þá bara segjum við hér hjá F9 blöð til lökku með söluna Já, góðan daginn, maður heyrir að Hemnesrúmið sé farið, er það satt? Kona mín er alveg óði í þetta Ertu búin að selja það?
Með myndlist Var það Þetta er ekki lægi Var það Já, ég veit að það farið þetta er ég auðvitað ég ætla að gera fokkir Hárrétt, það er Túborg Léttöl og Keiluhöllin sem fær ykkur FN95 blöð eins og kom inn á hann og þá er rosalegt Black Friday tilbúð á Keiluhöllinni þú færð jólapítsu og jólashake á 1500 saman eða þú getur líka bara fengið pítsun á 1000 kall eða shake á 500 Það er rosalegt Það er alveg tilbúð hjá þema dagsins er hvernig ætlar að heilla píu sem út skotinni og þetta fættist eiginlega síðasta föstudag svo höfðu bara ekki tími í þetta því að strákarnir voru að hlæja þegar ég reyndi að heilla stelpu úr skónum í félagsmiðstöðinni þegar ég var 13 ára en öllum fannst lagið ógeðslegt Já, sko, málið það að ég gaf þér það samt á þessum aldri Já, það verður að fara að hugsa svona Þú veist, sko, málið er að það voru ekki Stórfurðulur, ég hugsaði átt, ég var stórfurðulur Ég meina var, húkibúki, landaköðs, svessi Þeir voru alltaf að peppa mig í þetta Já, þeir mættu samt ekki með skrifaðan geisladisk með einhverju ástalögum og Þetta var ekkert skrifað geisladisku, þetta var bara diskur sem pappi átti með smóki hljómsveitinni Og rómatískur og kollrugglaður Hvernig gekk þetta höður? Það fannst öllum lagið viðbjóðslegt og ég þurfti að hlaupa inn í búr og biðja Inga vinn minn að slökka á sig þegar það var allir það þótt ekki lagið Við getum farið hans yfir það, ég skal spila þetta lag fyrir ykkur hér á eftir Þetta heitir Think About the Night með Smokey en það er ekki komið að flottu lagkeppnin það er komið að dagskrárlið sem að hræðir okkur Steinþór Róar og svona oftast af föstudögum það er spurningikeppni Gilsarans Þetta gerir það samt King of Thanksgiving já Það er nú ætti að vera Það er ekki verið mikið trailer í dag og það er að koma jól ekki spurningum að jólablöð Sko, heldur þú að fólk sem er að hlusta vilji trailerina þina? Já, ég hef aldrei heyrt neitt senda bara herri, ég væri til að fá aðeins ofta trailerina sko. Ég fæ það mikið sendt persónulega Ok, hann er 2 mínútur, ég skal gefa það svona 30 sekundur Já, max Það er náttúrulega mínúti Nei, það er 30 sekundur And I'm gonna need an answer Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch! Þannig að heyriði fertugan kallmann auglýsa dagskrárliðin sinn spurningkeppni Gilsarans Okay, allt eðlilegt Ég ætla samt, þú veist, ég veit ekki, ég er í gýr Það er föstudagur Það er bullandi gýr Það er langt sem við heyrðum þetta mikið af trailerdum, ég ætla að gefa allir að ég var ánægður að heyra Líka búið lítið trailera í dag Það var ekki með sóla og ekki neitt sko. Nei, við gætu þurft að henda í einn jólasóla bara því að rýma sko. Já, líka bara upp á að vita Hvernig verða jólin? Hvernig verða jólin hjá fólki Ég meina, þú veist, það er Síðasta helgi var rosaleg en það var hann átta ekki allir hlustendur okkar bara góða helgi, ég held það 100% Sveimið það En sko ég er með King of Thanksgiving Já. Og hver er svona meiri Thanksgiving kongur Er það Blondell? Já Steinþór Þannig að hérna Ég meina með það, Auðun Blöndal er með svona 18 matabóð í nóvember Þá hlýtur hann að taka þetta Fyrir utan það, Rakel sendi mér að þú varst að bulla þetta Þetta var fyrsta matabóð okkur í nóvember Ég fór út að borða daginn, kallar það matabóð Steindi heldur þessu fram, það er bara Þú er konungur matabóðana Þú elskar að fá gesti Þríegið var svo reitt út í Steindi að ég hef ekki heyrt hann eins Þú varst með bæði, sko, já, hann var með party og matabóð sem helgina Halloween eitthvað Já, þú getur alveg verið Svo óábyrgur stundum Þú getur verið með matabóðina skynsalega marka Þú getur verið með 10 manns Já, þú varst með Halloween party Já, fjölskylduna Krakka tel ekki með Það voru 6 fullur Það skiptir ekki máli Nei, við erum að fara í spurningkeppni Ég myndi halda að ég var í underdog Ég kem inn sem underdog Já, ég er halveg kani, ég hlýta að vera favorite Ég samt ég elski báður USA Það er báður fært Atlantic City oftar en 12 Og mér snúri að fatta hvert við erum að fara með þessu Hvað mennur? Nei, bara vist hann er að tengja AC við þetta Nei, bara USA Ég er ekki að koma inn sem underdog USA Ok, byrjum við þetta Núna snýst Thanksgiving að vera thankful Hugsaði þú í gær Ég er thankful Ég er celebrity og milljónamæringur Og ég bara stað Nei, en allt fram að þessu síðasta Þá hugsaði ég á thankful Við hvern heldur þú sért líka að tala Nú ætla ég bara að spyrja Hvað heldur að við séum? Hvað mennur?
Nei, bara, mér líður alltaf eins og þetta tala bara við, þú veist, hérna einhverja tvær Hollywood. Ég meina, þú ert ekki hjá vörð. Þú ert bara setur í stúdíu Ekki gera lítið úr vörð á minni vakt hérna sko. Og ekki á minni alveg verið fyrirtæki. En meina, þú veist, Egill, heldur þú bara, ok, ef þú horfir aðeins á okkur, ef þú veltir aðeins fyrir okkur, Hann er náttúrulega að segja þetta að þetta buggar okkur. Þess nátt ekki að gefa Nei, ég er bara að spá, ég er bara hvort þú haldir í alvörni að við séum bara milljaramenningar. Ertu brjálaður? Ég er læstendi, ég les tekjublaði sko. Ég var þakkláttur, já. Já, þakkláttur ekki líka. Nei, þú varst ekki þakkláttur í gerð. Nú, hvað er ég bara var ég ekki þakkláttur? Ég kom með heila rauða og var live streaming. Það er 1-0 fyrir Blondale. Nei, ég var þakkláttur í gær. Ég var þakkláttur. Varstu þakkláttur líka? Já, gef mér bara punkt. Hvað er það að vera heim í fílu? Nei, ég bara, ok, ég held að það var 1-0 fyrir Blondale. Nei, ég var ekki heim í fílu. Skálaði þú yfir Thanksgiving mat og sagðir þú verið þakkláttur? Nei, hann var í rúmkólunni. Það var með þetta streymis. Já, ég var í rúmkólunni og ég var þakkláttur. En Auður Blöndal, Auður stóð ekki upp á skála og sagði mikið þakkláttur að vera hérna með ykkur. Það var samt skálað í matabónu og talaði þakklæti, jú. Eins og er gert á Thanksgiving. Hann Óskar var með þér í gær, eða ekki? Jó, Óskari, já. Hversu þreytti fyrir þig? Fyrir því sem út af bold. Það er Ég óþakklátur ætla ekki að segja piece of shit en you're bold. Ég hef ekki séð þykkara hár en einu gæja í heiminum en það var séð sem gæja. Þetta er ekki, langar ekki að kirkjan þú með hann í matabóð. Ég er góð, sko. Hefur þú séð hárið á? Já, ég sá það bara síðast í gær. Það er enda pínu eins og hann sé að bugga mig. Hann er að safna hári og hann er eins og kostur. Það er þetta snúinu bara við og moppa gólfið með hann. Er þetta ekki óþægilegt? Þetta er toppmaður. Þú voru komið þessi í því. Þetta er ekki eitthvað á, segja hann að Júta skítið eitthvað. Hvað heldur ég get ekki borðað með fólki sem er þykkt hár? Já, hann satt alveg með vel þykkt. Í nýlega mjög könnun þykkt. kom fram Til hann mikið með það. að 80% kallmanna fullera að þeir hjálpi til við að elda kalkúnin en í raun eru þeir aumingjar og eru bara fyrir. Hjálpaði þú við kalkúnin eða sá konan það? Hvernig fæ ég stig hann? Svaraði bara spurningunni. Hjálpaði til að gera kalkúnin? Sko, ég hjálpaði til með að taka terroristan og sjá gjössalum hann þannig að kona mín gæti gert einhverja bestu máltíð sem ég smakka. Ég er ekki að grínast, þannig að við vorum að hjálpa stað. Við vorum með matabóð. Þú ættir að fá 2 til fyrir mesta piece of shit answer of all Þú varst time. ekki að sjá the turkey. Ég kann valla að rista brauð. Nei, hann var að passa krakka sína meðan hún gerði þetta sér í hátinn. Ef þú fóst úr rúmkólunni, sást þú eitthvað the turkey heim hjá þér? Já, þú veist að ég er ekki að hangi í rúmkólunni bara allan sólarhringinn, sko. Ert þú byrjar að kalla þetta rúmkólunni? Nei, mér heyrðist þetta bara að vera orðið staðfest rúmkólan. Ég myndi... Það er ógeðslegt nafn bara sem vittra. Nei, þetta er bara ris. Já, þetta er bara ris. Ris? Já, herru, ok. Hættu svo, shit. Nei, þetta er 5 ára. Heyrðu hvað hann sagði? Nei, ég heyrði það. Já. Hörðu allavega Við vitum að það þýðir eitthvað annað líka. Herðu, Það er ennþá 1-1. 1-1, ok. Já, ég meina, þú veist blöð, ég veit þú ætti að sjá Tedda en þú hjálpar ekkert að gera the turkey. Nei, ég get ekki tekið það konum. Og stendur við rúmkólunni 1-1. Ég var enda ekki það, ég var bara ekki með törki en ég var ekkert upp í hólunni. Fékkstu Fært ekki upp í hól. Ok, það er 1-1, þetta er mjög spennandi. Jú, ég var það náttúrulega. Það er rosa spenna. Fékkstu Thanksgiving jafnli í gær? Nei, var ekki svo. En það er málega sko, og ef það hefði verið, heldur að auðvitað hefði sagt bara já. Já, ég er alveg hendið það. Þetta er keppni, sko, auðvitað hefði sagt það. Ég er keppnismæður. Hann hefur ekki lökki í gær. Ég er bara með fjárvistasönnun, ég var bara live streaming til 2 í nótt. Gat hún ekki verið þar? 1-1. Það er áfram með þetta, 1-1. Hefur Geggju Gella sagt Hvað? Geggju Gella? Hefur Geggju Gella sagt eitthvað við okkur? Sko, það var óþægilegt þegar þú sagði Geggju Gella 2011 þegar þú varst 31 árs. Já. Núna ertu orðin 40. Þú verður eiginlega að fara að hætta að segja Geggju Gella, Egill. Nú er ég bara að hjálpa þér og... Er Logi Bergmann ekki að standa í þessu þegar hann er mikið eftir betur að einhver MR trúður segir við hann hvernig hann á að lesa spurninguna? Þú má ekki bara lesa spurninguna? Hvað er langt sér að Logi Bergmann hætti með getur betur? Já, bara 1988 en ef hann væri samt að lesa hann eins og fáiði Geggju Gella myndi ok, kláraði spurninguna. Það er að lesa spurninguna og þú segir bara, þú svara bara sem fer í næstu. Já, við skulum hætta Hefur Geggju Gella sagt við þig vá, þú fyllti mig eins og hátíðarkalkún? Ói Þetta er að frussa út af sér. Þetta er ógeðslega spurning sem ég er. Já, þetta er ógeðslegt. Þetta er ógeðslegt. Hvort einhver Geggju Gella af einhvern sem var sagt við þig. Ekki endur þetta. Ég ætla ekki endur þetta, ég get ekki. Ég hef ekki verið svo heppin að einhver að sagt það við mig. Hann sagði alltaf eins og hátíðar kjúkling. Nei, þetta var bara ógeðslegt. Ég get alveg staðfest það, þetta er nei hjá Steinda líka.
ég hef aldrei sagt Veistu hvað, það segir, þetta er nei hjá það er ekki einn Íslandingur sem getur sagt já við þessu. Þetta er bara nei hjá alheiminum Ok Og ekki komið svona Það er þetta 1-1 1-1, volið lélir Elskar þau blöðrur það mikið og sóttur þau vinnu sem baðvörður Elskar blöðrur? Ertu farin að kalla brjóst blöðrur? Hvað er að gerast þetta? Ertu með þroska á við 12 ára barn? Hvað hefur þetta með þingskipingu? Kallaðu brjóst blöðrur? Ef ég hjálpa Hvernig tengist þetta að kalkunni? Ef ég hjálpa steint aðeins þetta Hvað hefur þetta með þingskipingu að gera? Ekki neitt. Ég hef aldrei heilt spurningu sem tengist þingskipingu jafn lítið. Bara hefinni. Aldrei. Ég hef aldrei sóttu sem baður þannig að þetta döttir mér Og ég sótti ekki sem baður til að sjá blöðrur. Það hefur samt bótt spilað eitthvað einu Ákveður tekur ekki bráðið punktin Nei, það var bara eina. Ég var í basically bara Þú ert hálgjörður úlingur hann Þú veit að ég veit eitthvað að spila inn í og setja hangi sundlug Ég var ekki talgi, já Er það ekki? Þú ert alveg hinskileg Hvað var þetta hana? Paycheck eða? Já, það var eina vinna sem var í boði fyrir mig Hvað heldur ég að bara sótt ef ég var að sækja vinnu til að sjá einhverja blöðrur heldur ég myndi ekki, hvað geti ég ekki sótt einhverja betri vinna að vera baðvörður inn í kallaklefa? Nei, samt ekki Inn í kallaklefa? Það er ekki að flakkum alltaf laugilega Nei, já, voru lítið flakki, ég á stundum upp í turnir Hefur hlaupið eftir gælu í kringlunni. Hvernig getur þetta Thanksgiving? Hvað, var hátíðakalkur var ég að hlaupa eftir hátíðakalkur í kringlunni? Sko, ég fæ ekki svona klára Nei, mér finnst það pínu ósangandi, þú verður að leiða að klára Nei, ef það er ekki núna kalkút sem tengist þessar spurningu, það er ekki minnst að Þetta kalkút. er ekki King of Kalkut Nei, þetta er King of Thanksgiving. Já, það er ekki minnst á Thanksgiving daginn. Það er bara beint í lag. Já, það er bara lag. Má ég klára það? Já, klára það. Það hefur hlaupið eftir gælu Já. í kringlunni mjög gráður og mjög reyður Nei, já. eins og það verður að hlaupa eftir kalkun spurningi síðan Já, ok, þú náður að setja, ég lofa þér, kalkúta var ekki það. Þú breytir henni. Jú, það var ekki Var þetta síðasta eða? Það var ekki kalkúta það. Var þetta síðast spurningin? Já, svar. Já, nei, ég hef aldrei hlaupið í kringlunni Nei, ekki heldur. Ég hef bara aldrei hlaupið í kringlunni. Hvað þá reyður og graður og eftir kalkún. Já, þú svara, þetta er bara completely honest Það er búið þá, þú vinna þetta og klára þetta og King of Thanksgiving Steindi er King of Thanksgiving Ef þú ert að vitt í gamla dæmið þá varum við bás og ég lappaði að bás. Ég var ekki að hlaupa í kringlunni. Ég var aldrei hlaupið í kringlunni. Congratulations, Steindi. Þú ert King of Thanksgiving. Þú varst under út á kringlunni. Mikið rétt er að hlusta hér á FM 95 og Steindi, ég ætla bara að nýta tækifæri óskaði til hamingju með King of Thanksgiving Hamingjustóni, King of Thanksgiving Það blöð var alveg clear favorite Það nátti heimbandaríkjum Það er bara halvu kani Það er voðalega þar lítið til að vinna þessa keppni. Maður bara að fara í Þú pakkar það kringluna. saman? Já, ég bara, að því ég fór eins og í kringluna og Reyður Bara einu sinni í kringluna já, en þú veist, Það var bara gáð gerður í kringlunni já, ég var alltaf ekki hlaupandi eftir kalkún en ég fekk stig fyrir það, en þetta er ekki máli, ég tekið það. Þittist í flottulega keppnina Hún er Flottur hér titill. eftir smástund En ég, drengir, ég rúksum að Ringi lagakomurinn inn Það er gaman að því Ég nefnir að hætta að kalla hlustendur okkar lagergóm Ég bara tala ég var lagakomur sko Já, og hvað, ertu hún svo frábær í dag, eða? Ef þú varst lagakomur í meira en 5 ár Ég var tekin upp á sviði í IKEA í hátinu sinni Fekk velun Fékkst þú velun í Það er lagakomur sem meira en 5 ár eða meira fekk velun Hvað varstu lengi í hvað? Meira en 5 ár, það fekk sér velun allavega En hvað varstu lengi? Hættur eftir velun? Sko, Hættur á tónum? Ég byrjaði eitthvað hérna on the side í MK og held sér áfram þegar ég hætti þar og áður ég fór íþjóttafræðina í HR og ég var frábær lagagómur ég var með talented lagagómur Ég hef verið lagagómur. Hvað gerir þið að talented lagergóm? Það er bara góður. Ég gæti málega til dæmis þegar það var það er mikið sko, hérna, svona bókaskápum í IKEA og það er mjög svona stór þung bretti þegar þau eru efst uppi sko, the average Basically, þú varst góður á lyftaranum. gómurinn tessir ekki að ná Gómurinn? Varst þú ekki gómurinn? Já, þá var kallað á mig, ég ætti að ná í staðu þess að voru efst uppi því ég var það talented lagagómur og málega er að þess vegna má ég segja lagagómur þegar ég var lagagómur Ég má segja lagagómur líka. En þú varst ekki á vörð, það blöði á vörð Ég hef verið lagergómur bara, ég var lagergómur allt mitt líf. Varst baðvörður? Ég var lagergómur. Ég ofta að vera að vinna á lager. Ég og Egil vorum að lager Þú varst að mála og varst baðvörður Já, ég mála. Varstu að lyftara með hjálm? Ég hef verið í, sko, ég var að vinna í Hagkaup. Tók lagerinn þar, Póstunum í Íslandsbóti. Ég var að lagerinn það, ég var í Móum. Varstu aldrei á lyftara? Nei, ekki þú heldur. Jú, Hann var að segja það sögu Ég var líka á lyftara Þetta hlusta Eitt mesti heiður sem ég fengið í FN95 blöðum var talandi um að vera að vinna á lager þá þegar voru menn að senda og konur að þau hlustu alltaf á þáttinn þannig að var hverjum degi til þess að það myndi stytta tíman í lok dags
og þetta var nákvæmlega saman ég ger alltaf með tvíhöða þannig að það fannst mér bara geggja sko. Ég verið á traktor, þið hafa verið að kekka það var að vinna gólfvellinum í Mósbæ King of Traktor og King of Thanksgiving Ég var lagagómur í dag, þegar ég var lagagómur og þurfti ég bara að treysta og vera eitthvað good shit í útvarpun ég gæti ekki bara valið mér eitthvað podcast og eitt að play þetta er góð mundur Þú veist, ég var lagagómur í dag, ég bara basically a luxury job Herru, eru þið tilbúinir í sturla staðlindir? Ég ætla aðeins að róa þetta hérna og fara í virtasta dagskrárliðin okkar Ég nenni það sniður Já, þetta er búið að vera svona smá trúðaleiti Er hestaskítur í þessu? Það er einn hestaskítur Og eru þið tilbúinir? Við erum klárir Þið þurfa að spotta hrossaskítin og hlustendur líka Fyrsta staðreind Í Sviss er ólöglegt að eiga bara einn naggrís Því að þeir verða svo einmanna Þannig að ef þú kaupir naggrís í Sviss þá verður eiga allavega 2 Þetta er góðu punktur Já, ég meina þú veist Er ekki bara með öll dýr? Nei, naggrís, hann verður extremely lonely Ég myndi alltaf öll dýr verður lonely Ég meina naggrís er Hundurinn er sáttu bara að gefa um kegg sko. Já, og naggrísin er náttúrulega bara á matseli Nagrísin er bara í Bandaríkjunum sko Hundurinn er bara að skottast allt heimili og koma þér út og nagrísin er bara inn í búri Já, hann vil lega vinn Og getur þess að kaupir eitt fisk, það er alltaf eitthvað gert Nei, ekki var gullfiskur, hann gleymið strax Gullfiskur, hann frökar einn held ég Já, frökar einn, hann van ekkert meir í 10 sekúndur Ég vil samt vilja fá gullfiska vinn 2 gullfiska Hörru allavega, ef þið búið í Sviss þá verður það að kaupa meir en einn naggrís Þetta er 100% ekki manure G-ið í orðinu G-blettur stendur fyrir Grafenberg sem stúderaði kynferðislangarði kvenna Grafenberg? Já, það er G-blettur Stendur húðum enda på 10 Segðu mér að það sé úrsmanjur Þetta er Grafenberg Já, ég treysti nú ekki að hafi verið eitthvað Grafenberg sem var að stúdera þetta Þess vegna er þetta kallað G-bletturinn eða G-spot Þetta hefði ekki verið kallað eitthvað annað Álur perri með þessi Grafenberg Nei, hann bara stúdera þetta Engin perlust Herðu, Risa rannsókn bendir á að 87% meiri afköst frá starfsfólkiðinu eða út með 4 daga vinnuviku og 60% minna frí eða veikindi og eru fyrirtæki erlendis byrjuð að taka þetta upp þess að þetta út í heimi Vinnur bara mán þrið, 5 fös Já, sleppið miðvikudegi eða föstudegi og setur bara fullur 5 fös Já, eða bara ert með fjölskyldunni eða eitthvað Þú vorst ekki að vera fullur sko Nú er ég til í að okkar maður Fósturinn og sín var að hlusta Heiðar, hann er pottitt að hlusta Já, þetta var okkar besti maður Ég ætla að skora á Heiðar að keira vinnudagana bara neyri taka þetta bara 4 daga viku Heiðar, ef þú ert að hlusta, það eru 87% meiri afköst Já, ég segi það, bara keira þetta neyri 4 daga Það er allir að hætta með föstudagana, segi ég sjálf Nei, ég held að það sé hættulegt Ég hugsa að það væri skimsalast að sleppa miðvikudaginn Frí á miðvikudegi, svo kemur aftur 5. og 1. Það er svo gaman að þú ert komin í fossari sko, nærmur ekki að vera vinnunni sko Gerið þið mikinn dagamun, þú veist, að því að við erum í þannig jobbi Gerið þið mikinn dagamun? Já, ég finna alveg Er það? Já, ég peppast alltaf með vikunni Ég finn engan mun á, þú veist, maður er bara að gera sitt, skilur maður er ekkert eitthvað hérna, jú, kannski á svona föstudum, þá við erum hérna Ég finn mun á öllum dögum Ég er mikill aðdáandi miðvikudag Já, bara veit ég að vikan er hálfnuð og stutt í helgi Ég er hérna stóra fössarun Beverly Hills 90210 var líka alltaf miðvikudagum á sínum tíma Herðu, svo er það næsta Það tekur heilaðin alltaf 20 mínútur að fatta að maginn að það er fullur Veitu hvað segir þú? Það tekur heilaðin alltaf 20 mínútur að fatta maginn að það er fullur Það er við sem verið stenda sem borða mjög hratt Ég borða líka hratt, þetta er Sko, málið með mig maður á að býða Ég nýt mín ekki þegar ég, þú veist, ok, þetta er bara þetta geti komið okkur óvart, þú veist þetta algjörlega Nennir ekki að fara út að borða? Nei, þú veist, jú, ég nenni það þegar mér er svo gaman að vera að drekka og hafa gaman og svona Ég geri ekki mikið mun á, þú veist, ég er alveg þannig upp að ég er vanur bara að grípa mér eitthvað og svona Hvað meinar þú með alið þannig upp? Þú veist, ég sko, málið er að Var aldrei góður matur í það? Aldrei, það var hræðilegu matur Jú, ömulegt fyrir fóreldrar henni Já, þau mega bara heyra það Það var, sko, málið er að staðan heim ég að nefa þannig að pabbi minn er náttúrulega, hann er móðursjúkur og þegar var kjöt í matinn og kjúklingur og svona hann var það þurrstrákar að hann hrunda af beinunum þetta var svona eins og þegar hann skar í kalkunum í Christmas Vacation að rauk úr honum sko, pabbi minn er salmonellu hann fekk kamfílobakter hann er mjög hrættu við En var þetta fyrir eða bara eftir það? Þetta var fyrir það og þess vegna svo fyndi hann fekk þetta Var það þegar hann hægði sér út í búð? Já, þegar hann átt skemmta undan á Portugal En mamma henni í dyrkan, er hún ekki góðu kokku þá? Er það að segja hún sér hæðilegu kokku? Málega er þau of elda
mat af því að þau eru bæði hrædd við pestir og ég er það náttúrulega líka. Þannig þú ert alin upp við það? Ég er bara alin upp. Þú fann í 7 skimanir sko? Ég fann fyrst bragð af mat bara þegar ég bara fullorðsárum. Þannig að ég gerir engan mun á að bara pulsu eða eitthvað dýrustu steik allar tíma. Fyrir mér er þetta bara, ég kemur sér bara frá að því að ég þarf að borða til að lifa af, en svo bara er ég í stemningu. Ég ger ekki mikið svona, ég er ekki með matakröfur. Men við rifust nú þetta fyrsta árin, svo núna ertu orðin, þið finnst gaman að fór að borða það. Þú finnur alveg mun og þú fær góða mat. Já, mér finnst bara svo gaman að fór að borða því ég er með skemmtlegu fólki og ég er að fá mig bara espresso martini og rauðvín. Þú ert bara að fara beint á fyllir í, beint í pílu. Vil ég fór að borða? Ég hugsaði alltaf bara að borða. Ég get alveg bara að gripa einhverja pulsu og ekki bara dett í það. Og það var líka að segja, hann er bara vennist við að borða bara vonda mat alla ævi. Já, mér finnst bara svo, mamma er svo geggjaður kokkur, ekki það pabbi er eins og ég, hann getur ekki ristað sér brauð sko. Þannig að mér er svo vond að heyra þetta. Steindi matgæðingur í dag. Ég er ekkert að henda mömmu beintu til lestina. Þetta er aðal pappi. Ég finnst að þetta væri svona 75 pappi. Hann tekur út á kassan. Já, bara mamma kannski er hann að hendi góðan kjúklingarétt, en þá er pappi á öxlina á henni að herri, þú er að hækka aflöfum mig í 250. Þetta skrifast ekki á Siggu. Nei, reyndar. Þegar þú segir það, við erum búin að segja svo oft hérna í þætti þegar ég fór með til, hvað var það, Bristol eða eitthvað. Já, þegar bara okkur að stráka farið nú valli á þessi hryðjuverka vitleysingjar leynast alls staðar. Ég hef aldrei séð nógiðari mann skuttla brjóta á flugvöll. Já, bara eins og við ættum að fara að spotta þá eitthvað staðar. Þessi hryðjuverka vitleysingjar. Já, herðu, svo er næsta. Þér finnst hlutir dýrari og ert sparsamari þegar þú verslar með pening í stað korta. Tengið þið við þetta? Ég get alveg trú á þessu. Já, ég tengi við þetta. Þá sér seðlana fara en ekki bara strauja eitthvað kort. Ef ég er með 5.000 skall og það er eitthvað sem kostar kannski 2.200, þá myndi ég freka nota korti að því ég nenni ekki að fá eitthvað klingt. Þannig að þá áttu náttúrulega peningi lengur. Þú sammálaðu þessu? Ég held að þetta sé rétt. Þú heldur þetta sé rétt? Já, ég held að þetta sé rétt. Áður en ljósaperan mætti árið 1879 svaf fólk í 10 tíma meðaltali. Ég sefa meðaltali í svona 4 til 6 tíma á sólarhring. Já, fáðu þér græjuna sem setur á nefaður og þá hættur að vera kæfu sig. Ég er alltaf að segja mér hvað sé mikilvægt að sofa. Já, það er mikilvægt og ég veit það alveg, en ég er ekki að kvarta. Þessi græja kostar $2 og miljónum er eitthvað, það má náður í. Ok, ef ég er ógæðslega þreyttur, ég er að deyju þreytu, í staðin fyrir að ég fari bara, herri, ég ætli bara að fara að leggjast núna, loka augunum og dreym ekki neitt og bara þetta í rem hérna og kælisvefn. Líf er þetta. Þú nennir ekki að borða og nennir ekki að sofa. Hvað finnst þið gaman að gera? Hann er í rúmkólunum mikið. Veistu hvað ég hugsa? Ég hugsa að miklu verið herri, ok, ég geti fara að sofa núna eða ég geti bara hort á okkur þátt, sofið að stittra, tekið það bara á mig og ég tek bara hluti á mig af því að ég vil lifa skemmtlegu lífi. Ok, svo er það næsta að sofa nakin eykur sjálfstraust. Og síðasta, og kvenkins mörður eða ferret, dýrið, það deyr ef hún fær ekki nóg kynlíf. Þannig að nú spyr ég hvað það er svo Þessu hárni eru merðirnir. Já, það hljómar sem manure. Já, það er mjög skrítið. Deyr enginn og það fær ekki kynlíf sko. Nei. Jú, kvenkins mörður eða ferret. Úr hverju deyr hún? Grettur, mæntalega, eða pyrring. Er hún bara það horny sem mörður að hún deyr úr grettur, hleypir bara í hringi og svo bara fyrir að segja það sé kæft það? Nei, ég ætla ekki að gera það, því að ég sé á þér að það er ekki þetta var samt mjög gott hjá blöð þetta hljóma allt eins og legit í Sviss er ólöglegt eiga bara einn agríski í orðinu Gilbrettur stendur fyrir Grafenberg risa rannsókn sem sýnir að það er betra að hafa bara 4 vinnudaga. Það tekur heila en 20 mínútur að fatta að maginn að þeir fullur því að finnst hlutir dýrari og ert sparsaðmari þegar þú verslar með peningist að korta. Áður en ljósaperan mætti svaf fólki í 10 tíma meðaltali að sofa nakin eykur sjálfstraust og kvenkins mörðu deyri og hún fær ekki nóg kynlíf. Hvað er þessu kæftæði? Ég ætla að segja G-blettur þessu kæftæði. Ég segja að sofa nakin eykur sjálfstraust. Það er hárrétt hjá Agli. Hann náði mér. Ég held ég væri með okkur báða því myndust ekkert. Var það því ég fór of hratt yfir? Nei, ég myndst þetta bara hljóma sem manure. Já, mér finnst þetta svo meira upp neymanda með G-blettur. Það steindi sér bara penistum vatnan og bara svo Björki Tóri. Sofiði naktir? Nei, það er ekki tækt. Maður er með þetta krökkum sem koma bara og skrýð upp í Stöðbuxum yfirleitt. Já, ég líka. Ég er bara á stöðbuxum. En þú, ert það brókinni eða snendið? Ég er bara, nei, á stöðbuxum. Stöðbuxum. Mikið rétt þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og já, ég minni á talandum Keiluhöllina að eins og við komum inn á áðana þá verða
óskalega partí í beinni frá Keiluhöllinni með þeim Magna, Matta Matt og Pétri Jesú og allar upplýsingar eru á Facebook síðu Fjölnis. Ég held að þetta verið stemmingu, voru geggjaðir hjá Ingo Viðugvið í giggi kvöld og svo að sjálfsög jólapítsan á 1000 kall í allt kvöld og jólasheik á 500. En ég verð að prófa þessa jólapítsu og setjó. Já, ég getur þetta pikkana eftir þátt. Eru þið hins vegar tilbúnir? Já, það nú ekki mikið eftir þættinum en við neitum að skorast undan flottulagkeppninni. Það er nokkur búin að senda okkur að við séum að gleyma henni. Drengir, ég náði ekki að taka How do you do fellow kids og ég náði ekki að fara í augljósa staðarindir. Voru bara að fara í það næst. Þannig að ég á basically augljósar og fellow kids inni í næstu viku. Ég verða að vaði, sko, þið viti ekki, ég er að lenda í álagi á eftir þátt út af augljósum. Það er grjóthart, það er sko liðan úti sem er dedicated augljósar fans. Dedicated. Þannig að ég þarf að standa við það. Ég ætla að hafa þetta í næstu viku. En reglur eru Ok, útskýru reglunar Já, þið ringið 511-0957 þegar við erum búin að spila öll 3 lögin og það lag sem ykkur finnst. Já, það má ekki byrja að ringja strax. Ég held ég kunna á takkana einna. Þannig að þið ringið í 511-0957 og segið hvaða lag vinnur. Þemað er hvaða lag setur undir ef þú ætlar að heilla píu. Bara, þú veist Er það í mötunendis og þú Blondell eða bara eitthvað? Ég var í 10. sinn, ég var í félagsmyndstöðinni. En ég er samt sko, byrju, hver byrjar? Þú mátt bara ráða því. Sko, vill þú ekki bara byrja? Þú ert á tökkunum, 10 years á tökkunum. Ég er ekki verst að byrja samt. Jú, það er verst að byrja. Blondell. Ég skal það bara vera nummer 2, ekkert mál. Og Egill Endar, eru þið búin að velja ykkur lag? Eru þið búin að senda mér? Sko, ég er svolítið að spila hvað þið setjið. Ég lít svolítið á þetta, veist hvað leið farið þið og ef ég fæ enda þá get ég verið svona sniður sko. Ég er að fara að vera mjög persónulegur strákar. Já, ég líka, ég er að fara í væmilag. Eru allir þar? Nei, ég get lofað ykkur strákar. Ég er að fara að vera persónulegastur hérna. Það er þetta gott að heyra. Já, ég er að fara að spila lag sem er lagið mitt og konu minnar. Það er ekkert annað. Eigið kynlífslag? Við eigum ástalag. Við eigum lag. Ok, þetta geggja. Ég get lofað því að þetta er ekki kynlífslag. Það er eins langt frá því að hægt er. En við eigum lag og þetta er, ég var að líta bara á þetta. Setur þetta ekki á þú að vera lucky? Nei, ég get eiginlega lofað því að ég er að fatta núna að lagið mitt er Jú, það er geggjalag. Þetta er, ég tengi þetta við félagsmeisturinn, þetta er samt ekki lagið sem ég sett undir. Þetta líka með þessu steindi og svona kynlífslag eða? Nei, ég ætla bara að treysta á vin minn frá Kanada. Og en það er bara einn maður sem verður með kynlífslag, það er örugglega þú. Ekki nema, áttu að vera með það? Nei. Áttu ekki bara að vera að reyna við stelpu? Þú ert að reyna á stelpu og hvaða lag viltu að hafa undir þegar þú ert að reyna? En ég er samt að fatta núna ég er helviti væmin í þessu í dag. Já, kottu með það maður, ég fíla það. Ég myndi setja á það lag sem ég vangaði við í fyrsta sinn sem væri kannski ekkert sniðut árið 2020 ég var að reyna við einhverja píu en ég myndi fyrir þetta hérna. Þú manst bara eftir hvað lag það var? Varst það að vanga við landaköðs? Nei, það var þetta eina. Það fá alltaf 30 sek. Ég fyrir beint í Brian Adams. Allt í álfuru lag. Það er það, ég held að myndi drullið mig. Við erum í vesinn nú. Djúl fíla. Ég hérna Hvað farið með marga sekundur? 30? Ég er búinn. Búinn, þetta var vel valið. Ég fór ekki eins og niður viðlaði. Nei, ég er bara ánað með þetta er svona þekkt svona ástalla. Ég er mjög ánað. Hvað fer Stóni? Sko, málega þetta er ekki jafn hefðbundilag sem ég er að fara í og ég álega Þetta var í hérna lagsið þið sittu á því að farið í bettan? Nei, það ég sagði bara þetta var í lægi, ekki eiginlega þetta. Nú er ég að vera einlægur í þetta er ekki, sko, þetta er alls ekki það. Ég elska einlæga steinda. Já, og málið er að, sko, þetta er kannski ekki. Þú skrýður úr rungkólunni og setur þetta á. Það er ekki hægt að reyna þessu að vera einlægur í 5 mínútur. Já, ég komði með það. Nei, ok, þetta er bara lag. Jú, vissulega hljómar það svolítið silly. Ég fæ náttúrulega bara 30 sekund. Ég þarf bara að keyra beint í við. En byrju, ertu þá að setja þetta beint á til þess að heilla konuna þína? Nei, þú veist, þetta væri bara svona ég sé fyrir mér að svona, þú veist, fólk er byrjað að hringja. Já, ég sé fyrir mér. Það þurfa allir að fá að spila lögin sín. Þú ert að ná í. Þú setir King Brian Adams á. Ég get lofa þér, hann á þykkt fanbase, sko. Já, þú ert að ná í konu. Já. Sem þú þekkir. Byrju, er þetta rétt lag sem út með? Já, þú myndir aldrei. Hvað er þetta? En auðvitað, þú myndir Þetta er lægið þess ekki niður. Þú myndir aldrei, sko. Ég ætla ekki að gera þetta hræðilegt lag. Þú myndir. Vist það skrítið? Þú veist, ég líti ekki á þessa keppni þannig að þú sért að fara að reyna með einhverja random konu út á Suðurlandsbraut.
Þú ert að Hvað er reyna ég sé að labba með Brian Adams undir Já, bara ég segi, þú ert að reyna við konu sem hún þekkir vel og þetta lag, og náttúrulega sjálfsög er textin mjög mikið líkilatriði í þessu, en ég ætla að keyra beint í viðlag því miður, ég er bara 30 sekundur. Þetta er Huey Lewis and the News. Já, ég fékk rétt lag. Fékkst lag, já, 105. Þetta er lagið sem að Steindi sér á til að reyna að heilla dömu. Hlustiði nú. Já, þetta er And the News Huey Lewis and the News, Stuck with You. Þetta er, þú veist, Shit, hvað Já, sko, Steindi sé að, sko Brian Adams vel giftur er grænjandi. Já, sko, máli er að lagi fjallar strákar, lagi Hvað fjallar þetta lag um? Já, ég ætla að segja það. Þú færði ekki 1 stig. Nei, lagi fjallar ég held nefnilega Allir þessi Huey Lewis aðdóndur og þetta bara ringið ég held nefnilega, ég ætla að gíska og ég fái nefnilega bara hellinga stigum. Málega, lagi fjallar Ef þú kemst á blað, Steindi. Já, lagi fjallar að það er bara, þú veist, það er Þeir eru búin að eiga ykkar ups and down, skilur við, en þegar öll eru á botni kvöld, þá er ég bara happy to be stuck with you. Þetta er fallegt lag, þetta er mjög fallegt lag. Ok, þetta var skrítið, það verður bara við ekki. Nei, þetta er ekki skrítið og ég get lofa ykkur því, ég mun fá stig. Huey Lewis and the News. Hefur þetta verið spilað bara á einhverju stöð hérna í húsinu? Stuck with you, ég mæli með þessu lagi. Við erum, sko, þjóðin stjórnar þessu, ekki við. Ég var að fá lagið þitt. Nei. Ég má senda mitt framlag. Já, en það er mennur að opna sig hérna með. Ég er að opna mig. Nei, þú ert ekki að opna þig. Ég held þú sért ekki að fara að vinna með hristingsmúsík núna. Ég held þú hjálpa þér ekki. Ég er búin að sjá hvað lagan er með. Má ég senda mitt lag? Já. Og bara, kannski ít og play og leiðum bara mitt framlag. Já, þetta er bara Þetta er svo pirrandi, maður. Það verður að fer leikur. Þetta er lagið sem Egill setur undir hérna til að heilla stelpu. Suck on my lollipop í fucking 100. sinn. Þetta er óþóran alveg nám. Já, þetta er ekki aðeins gott lag. Þetta er ræðið. Ég held nefnilega Egill sé að fara að tapa því að hann var ekki einlægur. Ekki einlægur? Nei, ég held að Brian Adams sé að fara að sigla þetta í húsfilm. Herru drengi, ég segi opna fyrir síman. Já, 511-0957, það er Rauðkló allar línur hér. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði í þessari keppni? Heyrðu, ég held að sé nú bara Steindi. Hörðu hann, komst á blað. What? Takk fyrir það. Hún skilur koncept í þessari keppni. Stuck with you. Huey Lewis and the News. Þetta er rosalegt lagstrákar. Takk fyrir að hringja. Nei, þetta er eitt besta lag sem ég heilt. Þið eru sofandi á þessu lagi. Takk fyrir að hringja. Þið eru sofandi á þessu lagi. Hörðu, fáum næsta. Takk fyrir að hringja. Takk fyrir atkvæðið. Förum hér, FM. Halló. Hæ. Steind, Hanna 2-0. Hvað er að gera? Stuck with you. Strákar, þetta snýst drengi. Það er rómar því þessi lagi, sko. En Brian Adams. Stuck with you er rómatísk. Þetta er rómatískasta lag. Suck on my lollipop á ekki skil 1 stig. Ekki láta undirspili strík. Þetta er rómatískasta lag sem samið hefur verið. Nei. FM. Halló. Hver fær þitt atkvæði? Þetta er lollipop maður. Steindi maður. Já! Nei, 3-0. Ok, þetta er Jesus. Ég sko, fyrir utan það, klukkan orðin 2 mínútur yfir 6, við þurfum að fara að kveðja. Gómurinn er að trolla Steinda. Þetta er fræðilur. Hver fær þitt atkvæði? Hestur á klostru. Það er Blondell. Blondell, ég þakkar. Takk hella fyrir þetta. Lollipop er að backfire. Já, loksins er það backfire. FM. Brian Adams. 2-2. Nei, 2-3. Nú er Brian Adams aðdóðandir búin að ná inn, sko. FM, góðan daginn. Það er Steindi allan. Steindi komið 4 stig. Hvað er að gerast? Stuck with you með Huey Lewis en Brian Adams er komið 2. Þetta er bara að svofa. FM. Halló. Sælir. Hver fær þitt atkvæði? Herðu, ég tók handbremsubegi beint í ríki þegar ég heyrði Suck on my lollipop. Komnir inn. 4 í röð. Hver fær þitt atkvæði? Það er klálega auði. 4-3-1 sko, við erum komið langt yfir tíma. Það er spilað svona 40 sinnum á dag. Þetta er líka geggjalag. Takk fyrir að hringja vinnur, við erum bara í tímaþröng hérna maður. FM. Halló. Hver fær þitt atkvæði? Það er Steindi. Steindi búin að vinna Huey Lewis and the News.
þú verður að spila lagið. Ég trúi ekki neinin. Ég mun aldrei spila þetta lag aftur. Spilaðu lagið. Klukkan á 5 mínútur yfir. Við skuldum auglýsingar og skuldum allt. Það búin úrslitin í History of Radio. Sökka með Lollipop fix 1 stig. Ég verð að spila auglýsingarna sem við skuldum. Því miður, þannig að spila þetta bara á Instagraminu. Ég ætla að hvetja alla hlustendur til að henda sér núna í græjurnar og spila Sökka með Lollipop fix 1 stig. Það kom með lokum. Við verðum mættir hér næsta föstudag. Eigi góða helgi, kæru hlustendur. Og já, við heyrumst bara 4. des. Já, hefur við ekki rétt að minna á stærsta gjafaleik allra tíma inn á Facebook síðun okkar, facebook.com/skellur, þar sem við erum að gefa rosalustu vinninga allra tíma. Bæði PS5 það sko. Já, við erum að fagna því að spilið partiskellur er komið í allar, takk ég eftir, allar vestlanir landsins. Eigi góða helgi, snillingar, og við heyrumst næsta föstudag. Og Steindi, til hamingju með þetta. Þú ert bæði King of Thanksgiving og vannst flottulega keppnin á leiðilegasta lagi sem ég heyrst. Takk fyrir.